Góðan daginn, í dag haldinn 70. fundur sveitarstjórnar Múlaþings og við erum í fundarsal sveitarstjórnar að Lyngássi 12 á Egilsstöðum. Í dag miðvikudagurinn 1. júlí 2026 og hefst fundur núna klukkan 1 og ég ætla að setja fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 28 mál og forseti ætlar að byrja á því að óska heimild fundarins til að taka inn lið númer 11 með afbrigðum. Er að ræða liðin sumarleyfi sveitarstjórnar og ég óska eftir leyfi fundarins að taka það fyrir. Ég finnst alltaf þá sem samþykja það réttu fund. Það er samþykkt samhliða. Og við hefjum þá fundin á lið nummer 1. Þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst 2026. Fyrir liggur þingsályktun sem samþykkt var á Alþingi 28. maí 2026 þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst 2026 og liggur fyrir sveitarstjórn að taka ákvarðanir og bóka samþykki sitt framkvæmd atkvæðagreiðslunar innan sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að kjörstaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst 2026 verði eftirfarandi. Borgarfjörður, Grunnskólinn á Borgarfirði, Djúpivogur, Tryggvabúð á Djúpavogi, Fljótsdalshérað, Menntaskólinn á Egilsstöðum, Seyðisfjörður, Íþróttamiðstöðin á Seyðisfirði. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn að kjördeildir við atkvæðagreiðsluna verði 5 talsins, þar af 2 á Fljótsdalshéraði. Kjördeildirnar á Fljótsdalshéraði skiptast þannig. Í kjördeild 1 verða íbúar á Egilsstöðum sem búa við götur hverjar nöfn byrja á bókstafnum A og til og með bókstafnum M. Í kjördeild 2 verða íbúar á Egilsstöðum sem búa við götur hverjar nöfn byrja á bókstafnum N til og með bókstafnum Ö. Íbúar í Fellabæ, Eiðum, Hallóstað og íbúar í dreifbýli á Fljótsdalshéraði. Sveitarstjórn samþykkir að óska eftir því við sýslumann að hægt verði að kjósa utan kjörfundar í atkvæðagreiðslunni á skrifstofum sveitarfélagsins á Borgarfirði á Djúpavogi frá og með 13. ágúst og til og með 28. ágúst 2026. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að óska eftir því við sýslumann að kjörstjórar vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslu verði Alda Marín Kristinsdóttir, Anna Margrét Jakobsdóttir Hjarðar, Þórunn Ólafsdóttir á Borgarfirði og Rúnar Matthíasson og Greta Mjöll Samúelsdóttir á Djúpavogi. Ég ætla að opna mælendaskrándu þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 2. Kosning fulltrúa í embætti stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir liggur tillaga að skipun kjörstjórna í Múlaþingi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir eftirfarandi lista fulltrúa í yfirkjörstjórn Múlaþings og kjörstjórnir á Borgarfirði, Djúpavogi, Fljótsdalshérað og Seyðisfirði. Eftirtaldir einstaklingar skipi yfirkjörstjórn Múlaþings. Aðalmenn: Stefán Þór Hauksson, Arna Soffía Dahl Kristjansen, Ásdís Þórðardóttir. Varamenn: Ólöf Ólafsdóttir, Unnur Óskarsdóttir, Alda Marín Kristinsdóttir. Eftirtaldir einstaklingar skipi undir kjörstjórnir í Múlaþingi. Fljótsdalshérað, kjördeild 1, aðalmenn Lovísa Hreinsdóttir, Eydís Bjarnadóttir, Jón Hávar Jónsson, varamenn Maríanna Jóhannsdóttir, Bára Dögg Þórhallsdóttir og Aron Thorstensen. Fljótsdalshérað, kjördeild 2, aðalmenn Inga Rós Unnarsdóttir, Vignir Alvar Vignisson og Bogi Kárason, varamenn Baldur Gretarsson, Guðmundur Sveinsson, Króier og Anna Dís Jónsdóttir. Borgarfjörður eystra, aðalmenn Lindsey Susan Lee, Sigurlaug Margrét Bragadóttir, Eyþór Stefánsson. Varamenn Þórunn Ólafsdóttir, Anna Margrét Jakobsdóttir Hjarðar og Óttar Már Kárason. Djúpivogur, aðalmenn Egill Egilsson, Kristrún Gunnarsdóttir, Ólöf Vilbergsdóttir, varamenn Sóley Dögg Birgisdóttir, Unnþór Snæbjörnsson og Ragnar Björn Ingason. Seyðisfjörður, aðalmenn Margrét Urður Snorradóttir, Þorsteinn Svarti Arason, Sigrún Rósa Björnsdóttir og varamenn Sigurður Snæbjörn Stefánsson, Elena Pétursdóttir og Sigurður Högni Sigurðsson. Og ég ætla að opna mælendaskrándu til þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nummer 3. Samgönguáætlun 2026-2040. Fyrir liggur bókun sem samþykkt var á 69. fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar samgönguáætlun 2026-2040. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir bókun heimastjórnar Seyðisfjarðar og harmar þau svik sem raungerðust með nýsamþykktri samgönguáætlun Alþingis. Það ekki einvörðu verið að fara á bak við gefin fyrirheit stjórnvalda í aðdraganda sameininga Múlaþings, heldur einu fullhönnu rannsóknu jarðgöngu landsins hent út af áætluninni. Að baki liggur áratuga undirbúningsvinna rannsóknir og hönnun með kostnað fyrir ríki og sveitarfélag upp á milljarð króna. Framganga stjórnvalda grafalvarleg þar sem vegið að trausti til þeirra stefnumarkandi vinnu sem samgönguáætlun ætlað að vera.
Með slíku fordæmi verður vart hægt að taka mark á langtímaáætlun stjórnvalda héðan í frá. Fjarðarheiðargöng eru öryggismál fyrir landið allt, auk þess að vera gátt Íslands til Evrópu. Þá eru göngin fyrsti áfangi í hringtengingu samgangna á Austurlandi til eflingar atvinnulífs og samfélags. Sveitarstjórn mun ekki una vinnubrögðum Alþingis sem rýrir verulega traust til löggjafarvaldsins. Sveitarstjórn fordæmir að meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar hafi lagt blessun sína yfir vinnubrögð ráðherra og viðurkenni þar með að verkefni á framkvæmdahluta áætlunar séu tekin af borðinu. Sveitarstjórn mun vinna áfram ötullega því að koma Fjarðarheiðargöngum í útboð. Sveitarstjórn Múlaþings felur sveitarstjóra að koma á bókuninu auk fylgigagna á framfæri við þingmenn og ráðherra. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið að einhverju vilja taka til máls. Einar Freyr Guðmundsson gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góðir fundarmenn, sem nýr formaður heimastjórnar á Seyðisfirði fannst mér rétt að koma hérna upp og fylgja bókuninni eftir, en hún nú vel orðuð af samstarfskonum mínum, Hildi Þórusdóttur og Margréti Guðjónsdóttur, og vil ég þakka þeim fyrir þeirra framlag til þessara bókunar og kannski í þeirri viðleitni að stytta fundinn eins og rætt hefur verið hér vegna hita og loftgæða. Þá kannski held ég að bókunin tali bara fyrir sig en skora á þingmenn og ráðherra að taka til sín það sem kemur fram í þessari bókun, því að þetta er ekkert grín. Þó að ég grínist hérna með loftgæði og hita þá er þetta alvöru mál og ég vona að þingmenn sjáu að sér og endurskoði þessa ákvörðun, því að þetta er ekki þetta gengur ekki að koma svona fram, en vísa annars í bókunina. Takk. Einar Freyr Guðmundsson var til máls, og fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við liðin til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu pund. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 4, Heilsársvegur Öxi. Fyrir liggur bókun sem samþykkt var á 71. fundi heimastjórnar Djúpavogs Axarveg og fyrirhugaðar framkvæmdir næstu ára. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir bókun heimastjórnar Djúpavogs frá 27. júní 2026 og bendir á að fyrirhuguð tilfærsla fjármagni flýtir ekki heildarframkvæmd verkefnisins. Það er því ljóst að miðað við núverandi áætlun muni taka lágmarki 8 ára að klára þessa mikilvægu samgöngubót sem er fullkomlega óviðunandi. Einnig vill sveitarstjórn benda á að viðhald og þjónusta á núverandi vegi sé í algjörum ólestri. Enn hafi vegurinn ekki verið heflaður þrátt fyrir að þessi komið í lok júní og verulega skort í ofanjöfnburð á löngum köflum. Sveitarstjóri falið að óska eftir fundi með vegagerðinni máli fyrir hönd sveitarstjórnar og fulltrúa heimastjórna. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Eiður Ragnarsson gjörðu svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Dropinn holar harðan stein, segir máltækið, en við erum samt að vera eins og rispuð plata. Við tölum þetta, ég sem starfsmaður sveitarfélagsins á Djúpavogi nýhættur. Ég veit ekki hversu mörg símtöl ég hef tekið við svæðisstjóra og umdæmisstjóra vegagerðarinnar þjónustu á veginum, og nú erum við ekki að tala um nýframkvæmdina. Það er stærra mál og eitthvað sem við leysum ekki svo glatt. En eins og bent er á í bókuninni, þá er núna 1. júlí. Það er einungis búið að hefla veginn að 1/3. Það er staðreynd. Restin af veginum hefur ekki einu sinni verið hefluð. Það er ekki búið að vinna efni til að kerja hann. Það er ekki búið að gera plön ríkbyttingu og annað slíkt. Þannig að það er bara eins og að það sé öll ljós kveikt og enginn heima hjá vegagerðinni. Þó ég vil kannski ekki nýta of mikið í þá. En það er náttúrulega algjörlega óviðeigandi að þú ert með malarveg sem hefur þetta mikla umferð, hann fá ekki meiri og þéttari þjónustur raun ber vitni. Venjan hefur verið svo undanfarin ár og ég veit að þetta verð því unnið við það sjálfur. Það hefur verið keyrt í veginn einu svona ári. Það er yfirleitt í júlí. Hann hefur ríkbundin einu svona ári og mögulega heflaður 2 á sumri. 3 sinnum at the most, sem að nota nú góða íslensku. Þetta er eitthvað sem að gengur bara ekki varðandi þennan veg. Og ég ætla líka að benda á það að þetta er bara almennt með malarvegi í öllu sveitarfélaginu. Og það er undir bókun heimastjórnar Fljótsdalshéraðs sem er liður hér á eftir að
það er eins og bara malavegir fái akkúrat enga athygli hjá Vegagerðinni og það þarf að bæta úr því. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ragnarsson er ekki málsinu, fleiri sem veit hvað þessi hljóðsum til þessum leið. Já, Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Það er nú bara að koma hérna upp í rauninni undir þessum lið og í rauninni snýr hann að tvennu. Það er náttúrulega bæði að samgönguáætlun og þessari viðhald og þjónustu. Og hérna það sem snýr bara að samgönguáætlun, það þegar einmitt farið yfir hún fór yfir hérna heimastjórnin fjármunan sem fari í og við vitum öll að við gáum eftir hringtorgið sem voru 400 milljónir og þrátt fyrir að það sé inni þá er ekkert að fara í gang með Öxi. Þetta bara rétt löllar að stað og svo er verið að tala hér líka viðhald og þjónustu og mér finnst það eiginlega bara svolítið sorglegt að við þurfum að þar líka vera einhvern veginn á verðinum og íti Vegagerðina. Þannig að þetta er maður er alveg miðsinn yfir því bara hvað þrátt fyrir alla vinnuna og hvað við erum búin að vera samstillt í öllu sem snýr á uppbyggingu samgöngu innviða og að hvað lítið gerist og ég tek undir það með viðhald og þjónustu að þetta verður bara að vera í lagi það sem á að gera. Þannig að ýmislegt verið talað að það hafi eitthvað farið fram útboð, nú þekki ég þetta ekki alveg og það var eitthvað hærra en fjármagn sem var til staðar og við vitum ekki alveg hvort að þeim hafi verið hafnað eða hver staðan er á því samtali. Þannig að það verður allavega að fara í þessa þjónustu á Öxi viðhald og byggja upp veginn hvað er það hefla og setja ofan í burð og fleira. Þannig að ég misti nú af þessum hátíðisfréttum sem voru í dag og það er bara gott að við séum að þrýsta og minna á að það verður að standa betur á samgöngumannvirkjum á Austurlandi. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir er lokið máls og fleiri sem við taka til málsins til þessu lið. Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn. Já, þetta er við vorum ansi samstíga í síðustu sveitarstjórn þessi mál og þessa baráttu gegn þessari aðför sem að sveitarfélaginu var gerð í samgönguáætlun. En niðurstaðan er sú að heildarútgjöld á samgönguáætlun minnkuðu 1 hringtorg. Það er uppskeran sem við höfðum út úr þessari baráttu. Hringtorgið var fært yfir í Öxi en á heildaráætluninu var að klára Öxi. Þannig að uppskeran okkar eftir alla baráttuna er að við náðum að stroka hringtorgið út. Við höfum bara engin eyru. Það er ekkert verið að hlusta á okkur. Og það er grafalvarlegt mál. Við erum 11% af landinu af flatarmálum. Gríðarlega langa vegi sem að mjög margir eru ekki eins og það ættu að vera. Öxin illfær á löngum köflum og ég meina ef að viðhaldið er verra núna heldur en það hefur verið undanfarin ár þá ætti það nú við vonum nú að tala það fyrir fundin hvernig verður þetta þegar blíðan kemur og hjólin sem fara í stórum stíl að fara það niður þetta er náttúrulega bara þetta er stór hættulegt að halda ekki umferð á þungum fjallvegum við það bara er út í hött. En ég veit það ekki, kannski þurfum við að hugsa það sem bara heild, hvort við þurfum að breyta eitthvað baráttu aðferði, hvort við þurfum að fara í borgarlega óhlýðni eða hvað við höfum að gera. Ef það er ekkert hlusta á það sem við segjum. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson er lokið máls og fleiri sem vilja þessi hljóðsum til þessum lið. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétti pund. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 5, brunavarnaráætlun 2026 til 2031. Fyrirliggur brunavarnaráætlun slökkviliðs Múlaþings
2026 til 2031 sem umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkti á 183. fundi sínum og vísaði til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi brunavarnaráætlun slökkviliðs Múlaþings 2026 til 2031. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið, einhver vill kveðja sér ljós. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta er pönt. Það er samþykkt samhliða. Við erum þá komin í lið nr. 6, refa- og minkaveiðar í Múlaþingi. Fyrirliggja samningar refa- og minkaveiði í Múlaþingi sem umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkti á 183. fundi sínum að vísa til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi samninga refa- og minkaveiði í Múlaþingi. Sveitarstjórn felur verkefnastjóra umhverfismála að ganga frá samningum fyrir hönd sveitarfélagsins. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja kveðja sér ljós. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta er ekki pönt. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 7. Fundir sveitarstjórna, fagráða og heimastjórna júní 2026 til maí 2027. Fyrirliggja drög af fundadagatali sveitarstjórnar, fagráða og heimastjórna tímabilið júní 2026 til maí 2027 sem hafa verið staðfest af viðkomandi fagráðum og heimastjórnum. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi fundadagatali sveitarstjórnar, fagráða og heimastjórna á tímabilið júní 2026 til maí 2027. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta er pönt. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 8, skipulagsbreytingar í grunnskólum. Fyrirliggja tillögur sviðsstjóra menntunar og lýðheilsu breytingar á stjórnskipulagi grunnskóla Múlaþings fyrir skólaárið 2026-27. Tillögurnar fela í sér að ekki verði starfandi aðstoðarskólastjórar í Egilsstaðaskóla, Fellaskóla og Djúpavogsskóla skólaárinu. Fjölskylduráð samþykkti tillögurnar á 162. fundi sínum þann 15. júní 2026 og vísaði þeim til staðfestingar hjá sveitarstjórn. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögur breytingar á stjórnskipulagi grunnskóla Múlaþings fyrir skólaárið 2026 til 2027. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið og biðja fyrsta forsetum að taka við stjórn fundarins þar sem forseti hyggst taka til máls. Jóna Brynjarsdóttir er beðmórið. Takk fyrir, kæru fundamenn, mér langaði bara aðeins að fylgja þessu máli eftir sem formaður fjölskylduráðs. Það er þannig að samkvæmt grunnskólalögum að þá ber sveitarstjórn að samþykkja ef að það eru gerðar svona skipulagsbreytingar í grunnskólum. Við erum að horfa á þetta til eins ás sem ég langaði samt að segja frá ákveðnu verkefni sem við erum í sem felur það í sér að við erum í samstarfi við önnur sveitarfélög að finna út heppilega reiknireglu það hvað eiga að vera margir starfsmenn í hverjum grunnskóla til að annað þeim þörfum sem að grunnskólarnir hafa, en það eru þeir margvíslegir og verkefni þeirra margbreytileg. Það er líka þannig að í þessu verkefni er verið að gera ráð fyrir því að skólarnir hafi betri tök á því og betri færi á því að ráðstafa sínum störfum betur sjálf. Þannig að ef að einhverju skólar telja sig ekki þurfa að ritara lengur, þá getur þau nýtt starfshlutfallið í eitthvað annað sem að kannski sinni ákveðnum verkefnum og það bara kemur til af því að í gegnum áranna rás að þá hafa hlutverk og verkefni starfsmanni í grunnskólum eins og alls staðar annars það bara breyst og það eru bara mismunandi þarfir sem að eru og þess vegna má sjá það að það verða ekki aðstoðarskólastjórar í þessum 3 skólum hjá okkur næsta vetur og svo sjáum við bara til hvernig það reynist og hvort það verði ráðið í það svo í framhaldinu. En þetta er svona partur af því að reyna að ná vel utan þau starfsskildi sem við erum með í skólanum og tryggja það að verkefnunum sé sinnt. En að það sé þá svolítið að færi skólastjórana ákveða hvaða starfsmenn fara með hvaða verkefni hverju sinni. Takk. Fleiri hafa ekki hvatt sér ljós, þannig ég fer forseti aftur stjórn fundarins. Mælendaskrá er þá opin og ef enginn kveður sér ljós þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta er réttu bönd. Það er samþykkt samhliða. Við erum þá komin í lið nr. 9, stjórnskipulag sveitarfélagsins. Fyrir liggur tillaga að sveitarstjórn feli sveitarstjóra og byggðarráði að vinna heildstæða greiningu og leggja fram tillögur endurskoðun stjórnskipulags sveitarfélagsins í samræmi við meirihlutasamning B- og D-lista. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og byggðarráði að vinna tillögur endurskoðun stjórnskipulags Múlaþings með það að marki að einfalda stjórnsýslu, auka skilvirkni og stuðla að hagræðingu í rekstri. Í þeirri vinnu skal meðal annars leggja mat á fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum, ráðum og nefndum, fyrirkomulagi heimastjórnar með hliðsjón af lokun núverandi heimilda árið 2028,
og yfirfara starfskjör kjöruna fulltrúa með hliðsjón af starfskjörum í sambærilegum sveitarfélögum. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhver vilja taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Ég fagna þessari bókun og þessum lið sem við förum fram með. Og þar sem sveitarstjóra og byggðaráði er falið að vinna heildstæða greiningu og leggja fram tillögur endurskoðun stjórnskipulags sveitarfélagsins og sem er þá í takt við málefnasamning og þær áherslur sem liggja þar fyrir. En þetta gengur út á í rauninni einföldun stjórnsýslu og auka skilvirkni og samhliða að huga hagræðingu rekstri sem er gríðarlega mikilvægt. En við vitum svona flest hér inni, en náttúrulega bara í síðustu sveitarstjórn og í síðasta byggðaráði, þá fór fram vinna varðandi tillögur að fækkun sveitarstjórnarfulltrúa. Þannig að þar var töluverð umræða á fundum og er þar minnisblöð sem að liggja fyrir sem að við munum taka upp og vinna áfram og greina betur. Og það var í rauninni unnið þannig í byggðaráði eða afgreitt þannig og síðustu sveitarstjórn að næsta sveitarstjórn sem er nú þessi nýja sveitarstjórn tæki í rauninni málið áfram. Samhliða í rauninni vinnu tengt breytingu á samþykktum tengt í rauninni varðandi áframhald heimastjórna. Við munum skoða samhliða tækifæri á fækkun, sem sagt á aðalfulltrúa í ráðum. Við þurfum náttúrulega bara að skoða þetta heildstætt. Ráðin eru auðvitað orðin ansi fjölmenn og við erum náttúrulega í toppi algjörlega í sveitarstjórnarfulltrúum varðandi íbúa sem við þurfum að skoða. Svo eru þessi fagráð sem eru náttúrulega ansi fjölmenn og fjölgaði núna einn aðila á milli kosninga með fjölgun áheyrnarfulltrúa sem eru auðvitað allir fullaunaðir eins og aðrir nefndarmenn og verður þá samhliða farið í endurskoðun á starfskjöruna fulltrúa. Þetta er bara svona heildarpakkin sem að verður tekin. Í grunninn er þetta líka eins og með framtíð heimastjórna. Það er náttúrulega eitthvað sem að var bundið hér við sameiningu við 8 ár og er þá í rauninni hálft kjörtímabili núna, gildir í 2 ár og þess vegna er að gera bara núna strax að fara í heildstæða vinnu og leggja fram í rauninni svona ákveð svona plan hvernig við ætlum að vinna þá vinnu. Sú vinna tekur við og við verðum þannig með þeirri aðferðafræði að fá fram vilja bæði íbúa og sveitarstjórnarfulltrúa varðandi þessa framtíð heimastjórna. En mikil ánægja hefur verið með heimastjórnirnar, hvernig þær virka, en við þurfum þessi skýru skilaboð frá íbúum og fá það fram og eins frá sveitarstjórnarfulltrúi. Í þessu varðandi þessa heildstæðu sýn og þessa vegferð sem við erum að fara í, þá vil ég nota tækifærið og nefna náttúrulega þær mikilvægu skipulagsbreytingar sem við höfum nú þegar farið í á síðustu sveitarstjórn. Og var farið í með nýjum sveitarstjóra sem hafa virkilega sannað sig með fækkun stöðugilda í rauninni milli ára og það er gert náttúrulega bara líka með meiri stuðning við stjórnendur og meira svona, það er ekki bara hægt að auglýsa eftir starfsfólki, það þarf náttúrulega að vera innan ramma. Í grunninn er það bara fólk þarf að vera innan ramma. Það er svona betra skipulag innan mannauðssviðs sem heldur í rauninni utan þessi mál og bregst kannski við með öðrum hætti heldur en að vera endilega auka við starfsskildi. Og líka samhliða þessu fórum við í mikilvæga breytingu að vera í góðu samtali við sviðsstjórana. Við fáum bæði sviðsstjóra og lykilaðila nú inn á fund byggðaráðs sem var í mjög litlu mæli áður og í rauninni það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þeirra sýn á vinnuna og stöðuna og að við tölum saman þannig að eitthvað er ákveðið að sú vinna fari fram. Þannig að ég bara fagna þessari heildstæðu vinnu, það er mikilvægt, við viljum auðvitað passa upp á rekstur sveitarfélagsins, náttúrulega bara búin að vera viðverandi verðbólga langt fram yfir í rauninni áætlanir hjá okkur og það saxar af okkar fjármagni, þannig að bæði þar þurfum við að huga vel að hagræðingu en ég ætla að fagna því að við séum að taka svona heildstætt utanum málin og byrjum bara strax á okkar fyrstu skrifum inn í byggðaráði og vinnum þetta saman í byggðaráði hvernig viljum taka á þessum málum og hver skrefin eiga að vera. Þannig að ég vona bara að allir munu styðja þessa bókun sem liggur fyrir. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi.
Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið málsins, næstur í ponti Einar Freyr Guðmundsson kjörstjórn og eftir honum Ásrún Mjöll Stefánsdóttir. Ég verðulegi forseti, góði fundamenn. Ég get tekið undir með sveitarstjórnarfulltrúa Berglindi Hörpu Svavarsdóttur og fagna sérstaklega þessari tillögu og minni á að þetta eitthvað sem að við sjálfstæðismenn lofuðum okkur kjósendum fyrir kosningar að ráðast í þessa vinnu við að skoða þetta og skoða möguleikana. Við erum ekki búin að taka neinar ákvarðanir og þetta munum skoða þetta frá öllum hliðum, en það er alveg ljóst að þetta getur ekki endað með fjölgun því að við erum í lögbundnu hámarki held ég í sveitarstjórn og flestu nefndum miðað við stærð okkar sveitarfélags. Annars langaði mig líka að hvetja sveitarstjóran okkar til dáða sem að fær þennan bolta núna í hendurnar og vinnur áfram með byggðaráði. Það kom nú upp tillaga í þessum anda fyrir síðustu kosningar, held ég bara, síðasta vetur ef ég man rétt, frá sveitarstjórnarfulltrúa Miðflokksins Þresti Jónssyni á þeim tíma. Þá var niðurstaðan sú að eftir að hafa skoðað þetta og hafa runnið minnisblað og þetta var afgreitt mjög faglega, að það væri kannski ekki tímabært að ráðast í þessar breytingar þegar að svo stutt væri í kosningar. Það þyrfti meiri aðdraganda og meira samtal. Núna höfum við tæp 4 ár fram að næstu kosningum og þess vegna held ég að þetta sé hárrétti tíminn til að fara af stað í þessa vinnu, til að við getum verið búin að ákveða þetta áður en að kosningaskjálftinn frægi mun ganga hér yfir bæjarskrifstofur sveitarfélagsins. Þannig að bara, takk fyrir. Einar Freyr Guðmundsson er lokið málsins, næstur í ponti Ásrún Mjöll Stefánsdóttir kjörstjórn. Já, frú forseti og annað gott fundafólk, bara þarfur og góður liður og eins og forseti sveitarstjórnar kom inn á, þetta hefur náttúrulega verið rætt áður á síðasta kjörtímabili og ég held að sé öllum hollt að rýna í bara starfsemina og við megum ekki gera eitthvað að því að við erum búin að vera að gera það þannig. Heldur þarf það alltaf að byggjast bara á skilvirkni og auðvitað hagkvæmni því miður. En ég hef samt áður komið hingað upp og rætt ákveðna þætti eða mögulega áhrif af slíkri þá fækkun og sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr talar svo sem að þetta enda allavega ekki í fjölgun. En ég held að enginn hafi verið að tala um fjölgun fulltrúa, nú nema kannski sjálfstæðismenn í tillögu sinni að stofna nýtt hafnaráð og það er vissulega fjölgun og við verðum auðvitað að vera dálítið samkvæm sjálfum okkur í þessari vinnu og þess vegna er kannski dálítið gott að við erum að taka þetta heildstætt og ég veit alveg Einar var ekki að tala um hafnaráði, hann var að tala um fjölgun sveitarstjórnarfulltrúa. En við þurfum að vera samkvæm sjálfum okkur og þetta þarf alltaf að skoðast í þessu stóra samhengi að því þetta hefur samverkandi áhrif. Fækkum við sveitarstjórnarfulltrúum þá fækkum við byggðarráðsfulltrúum. Bara samkvæmt reglum, þá mega þeir aldrei vera fleiri en helmingur sveitarstjórnarfulltrúa. Þannig að við fækkum sveitarstjórnarfulltrúum í 9 eða 7 að þá verðum við að fækka byggðarráðsfulltrúum og þá erum við allt í einu komið með töluvert mikið vald á hendur mjög fárra, 3 aðila, það er oddatala í byggðarráði. Þannig að það eru á þessu ýmsar hliðar og ég held að því ég myndist á hafnaráðið þá held ég að það sé bara af hinu góða. Ég held að við þurfum að hugsa vel hafninar okkar og kannski er það lausnin að vera með sér ráð eins og umhverfis- og framkvæmdaráð hefur aðeins tekið til umræðu. En mér langaði svona kannski aðeins að koma inn á að því að það hefur verið gerð ákveðin svona greining á þessu þó að ég skilji vonandi sveitarstjórnarfulltrúa Berglindi Hörpu á þann veg að hún verður í rauninni dýpri, svo greiningavinna sem að verður farið í núna verði þetta samþykkt. En í þeirri greiningu kom þó fram, sem var framkvæmt af KPMG, minni mig, að sko þessi fjöldi fulltrúa byggist á lýðræðislegri þáttöku og jafnræði og því fleiri sem fulltrúanir eru, því meiri líkur á að það sé tekið ákveðið tillit til sjónarmiða og hagsmuna allra íbúa. Og vissulega erum við með þetta í efstu mörkum, en samanburðurinn er kannski ekki einfaldur. Sveitarfélög eru mjög ólík að eðlinu til. Við erum fjölkjarna sveitarfélag, við erum með færri nefndir en mörg önnur sveitarfélög og þess vegna erum við með fleiri fulltrúa í hverri nefnd
Það er eitt að vera fjölskylduráð sem að fjallar málefni eins skóla einhvers staðar, eða vera fjölskylduráð sem með mjög marga skóla í raun á sínum snærum. Þannig að það þarf að velta þessu upp, já, alla kanta. Ég einhvern veginn út frá þeirri greiningu sem við fengum, og það verður mjög áhugavert að fá þessa nýju greiningu og hvort að hún talar sama máli og þessi fyrri greining, varðandi það sko að hvernig tryggjum við það að hópar samfélagsins geti átt sinn fulltrúa innan sveitastjórnar. Við tölum mikið að á okkur sé ekki hlustað í borgarríkinu, að það heyri enginn í okkur, og þetta má í rauninni algjörlega líka yfirfæra á minni einingar eins og sveitafélög. Þú veist, hvernig komum við í veg fyrir að það verði þessi bara ákveðin miðja og svo eru bara hópar eða landshlutar sem hafa bara eiginlega ekki rödd. Mér fannst líka áhugavert sko þau mögulega áhrif sem komið fram varðandi bara kynin, að þetta myndi líklega halla á konur. Það kom fram í þessari greiningu og jú, það gæti verið lækkun kostnaðar, en það er samt ekki það einfalt að það sé bara augljóst mál að það sé lækkun kostnaðar, af því að þá þarf jafnvel að auka og fjölga fundum. Nú þegar höfum við stundur lent í þeim árekstrum að ákveðnir sveitarstjórnarfulltrúar eru kannski með marga hatta og það þarf ekkert að vera slæmt, en það getur samt verið dálítið erfitt að vera í mjög ólíkum en mörgum hlutverkum á sama tíma. Þannig að já, ég bara mun eflaust kjósa með þessu út af því ég held að það sé gott að rýna þetta, en vil samt að við tökum þessi skref varlega. Mér finnst afskaplega mikilvægt að við pössum upp á ólíka hópa, ólíka kjarna innan sveitafélagsins okkar. Það var hvað 70% endurnýjun á landsvísu í sveitarstjórnarfulltrúum. Það er einhverjar ástæður fyrir því. Er það mikið álag? Væri við að auka álagið með því að fækka sveitarstjórnarfulltrúum? Fækka í nefndum? Eru þá ekki færri hendur með meiri vinnu? Þannig að já, ég bara hlakka til að sjá, en legg þá til að við skoðum þetta mjög varlega. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Stefánsdóttir er lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Svavarsdóttir og Skattarberg. Forseti, góði fundamenn. Þakka Ásrúnu Mjöll fyrir hennar yfirferð hérna, því að þetta er akkurat hugleiðingar sem við þurfum að taka fram. En ég vil líka bara ítreka það að það sem við höfum sagt hér og vinnan sem hefur farið fram, það er þetta minnisblað. En inn í byggðaráði það var endalaust sagt, en þú sko, þetta er bara minnisblað. Þannig að þetta var í rauninni svolítið svona ekki eitthvað djúp greiningavinna, þannig að það var alltaf verið að minna á það, en auðvitað kom ýmislegt þarna upp sem að vekur hugleiðingar. En ég vil líka segja það hér að til dæmis eins og þetta minnisblað liggur ekki hér fyrir fundinum, sveitarstjórnarfulltrúar hafa ekki lesið þetta minnisblað, þetta er bara eitt af þeim gögnum sem mun liggja undir í þessari vinnu. Þannig að við þurfum að huga að mörgu sem kemur fram og við bara tökum ákvörðun sem sagt út frá því. Varðandi loforð Sjálfstæðisflokksins að auka við nefndir, það er alveg rétt. Við viljum nýtt hafnaráð, það er bara þannig. Það er fundað einu sinni í mánuði og ég vil bara fara aðeins yfir það að hér hefur rekstur sveitarfélagsins ekki verið nógu góður síðustu árin. Það hefur verið farið í gríðarlega innviða fjárfestingu sem að allir byggðakjarnar finna fyrir. Það er bara fjárfestingar sem hafa setið á hakanum og ég vona og ég trú ekki öðru en að allir byggðakjarnar finni að það sé búið að taka virkilega til hendinni þar. Þannig að það hefur bara verið í forgangi farið þessa fjárfestingu, innviða fjárfestingu þar. En við þurfum auðvitað að vera réttum með við núllið. Hluti af því er náttúrulega staðan eins og hún hefur verið í þjóðfélaginu og verðbólgan og fleira. Og þegar við fórum í sameiningu, þá var það bara þannig að allir héldu sínu störfum, svo vorum við auðvitað með sveitarstjóra sem voru í rauninni fráfarandi, þeir þurftu að fá gott starf, þeir voru fulltrúar í heimastjórnum. Allt þetta er að taka breytingum út af því að við verðum að hugsa út fyrir ramman. En eitt af því, varðandi tekjur sveitarfélagsins, þá var það bara þannig að varðandi hafnirnar að þær gáfu alveg gríðarlega vel. Það var heilmikið fjármagn sem fór þar varðandi hafnar, það voru hafnaráð áður starfandi. Við lögðum þau niður og þetta var bara sett undir umhverfis- og framkvæmdaráð
og ég er ekki svo manneskja sem mun bjóða mig í stjórn Hafnarás. Ég vil að það sé fólk þar sem hefur vit á í rauninni þessum höfnum, býr í návegi við þau eða hefur allavega vit á þeim. Við þurfum nefnilega að rétta við hafnirnar, og þegar hafnirnar hefur verið gríðarlegt áhyggjumál, hvernig staðan er. Áætla tekju núna, þetta er allt undir og færri skipakomur, og við verðum einhvern veginn að taka utan á þær og fá pólitíkina líka þarna inn. Það hefur verið lítil pólitík í öllum nefndum og fleira, það þarf pólitík þar sem fólk kemur líka að, ekki bara starfsmenn sveitarfélagsins og sveitarstjóri, heldur og þarf bara fleiri að borði til þess að efla ákveðið batteri. Og við bara mátum það þannig, og það var ekki bara ákall frá okkar flokki, heldur ákall bara frá íbúum þessara svæða, og sem í rauninni atvinnulífið er bara beintengt höfnunum. Og þegar þær dala svona og litla tekjur og þessi fyrirsjáanleiki orðin svona ekki mikill varðandi skattana og allt sem hefur komið, þá þarf bara aðeins fleiri hendur, það þarf að róa og það þarf að efla hafnirnar, alveg eins og við þurfum að efla atvinnumál í Múlaþingi. Þannig að það eru rökin í grunninn að hafa nefnd sem fundar það mánaðarlega í stefnumótun og efla hafnirnar og efla atvinnumál í Múlaþingi. Það er í grunninn. En við þurfum auðvitað að huga að rekstrinum, við þurfum að líta inn á við vitum það, við erum í toppi algjörlega í sveitarstjórnarfulltrúum, við erum auðvitað með heimastjórnirnar tryggja það að það sé í rauninni nær samfélagi sem hefur áhrif. Það tryggjum við. Við þurfum auðvitað að afgreiða það varðandi áframhald heimastjórna. Það er ekki bara okkar ákveða hér, heldur þurfum við að fara í ákveðna vegferð, þannig að fólk komi og láti í sér heyra. Það er það sem við gerum, en við þurfum að líta inn á við. Við erum bara með allt og marga, finnst mér, bara fullt hús bara í nefndum og í sveitarstjórn, og við verðum að geta litið inn á við og tekið til. Það er alveg svo ríkið ætti að gera. Það ætti að líta inn á við í reksturinn hjá sér og hvar er hægt að taka til með því að gera enn betur og fara í önnur vinnubrögð og eiga þá kannski fjármuni eftir í uppbyggingu samgönguinnviða, eins og við erum að tala sko. Þannig að við þurfum bara líka að gera þetta. Við verðum að reka sveitarfélagið vel, við þurfum að draga okkur öflugt atvinnulíf og verðum að geta stigið þessi skref. Þannig að auðvitað liggur þetta minnisblað fyrir frá síðasta byggðaráði og síðustu sveitarstjórn, en liggur ekki hér undir, þannig að í rauninni er maður ekki búin að lesa þetta minnisblað síðan þá. Þannig að en auðvitað þegar þessi liður kemur inn í byggðaráð og ég fagna því og ég er bara mjög ánægð með nýtt byggðaráð og það er umræður og hvað við erum einhvern veginn samstillt. Ég er bara ánægð með kraftina inni og ég hef bara bent miklar vonir við að það komi eitthvað gott út úr því, og þar mun auðvitað þetta minnisblað sem var frá síðustu sveitarstjórn fara þar undir, þannig að við getum tekið upplýsta umræðu og verið á því sem kom þar fram. En þeir voru alltaf líka að nefna það að þetta er bara minnisblað, sko. Þetta er ekki eitthvað djúp greining, en auðvitað voru ýmis atriði sem voru rædd en líka önnur. Þannig ég hlakka bara til þessara vinnu og að efla sveitarfélagi, efla reksturinn og gera vel. Ég tel að allir vilja að við rekum sveitarfélagi þannig að það verði heilmikið aukreitis og við getum nýtt sem mest í uppbyggingu fjárfestinga og byggðakjörnum, ekki bara byggðakjörnum, heldur bara dreifbýlinu, og við þurfum bara að huga að öllu okkar sveitarfélagi. Þannig að og auðvitað sér maður fyrir sér eins og með tekjur og orkumannvirkjum og margt annað, en það kemur þá bara aukalega og þá getum við gert allt á enn myndarlegri hátt. En ég hlakka bara mjög til að fara í þessa vinnu og auðvitað vinnu það með okkur. Það er þetta breytta reikniregluverk Jöfnunarsjóðs þar sem að loksins er tekið tillit til þess að þegar við erum með 5.300 manns að við séum ekki bara á einu svæði. Það er dýrt að halda út í þjónustu á öllum þessum svæðum, en það er það sem við viljum gera. Og og það er loksins verið að taka mið af því að það kostar líka sitt. Þannig að ég fagna því, en við verðum að rýna í reksturinn og standa okkur vel þar, og ég hlakka til komandi vinnu og bara gott að fá umræðu þetta, þannig að ég þakka fyrir hana. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máls og ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka á stjórn fundar og forseti hyggst taka til máls. Jóna Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, ekki svo vel. Forseti og kæru fundamenn.
Ég fagna því að við séum að leggja svona snemma af stað í þennan leiðangur og í þetta samtal. Ég held að sé ekki æskilegt að þetta samtal sé gert í flýti og skoðunin og könnunin. Það þarf að eiga viðtalt samtal, það þarf að tala við heimastjórnarfulltrúa, það þarf að tala fyrrum heimastjórnarfulltrúa, það þarf að ræða í þær greinir og rannsóknir sem hafa verið gerðar á heimastjórnunum og við þurfum þá að ákveða hvort við ætlum að festa þetta kerfisessi sem ég reikna með að verði gert, en við skulum gera það bara faglega. Alveg eins og þessi sameining var unnin faglega. Hún var unnin, ofboðslega vel unnin, þessi sameining, og við höfum verið að státa okkur að því og við höfum hrósum mikið fyrir það og ég sé enga ástæðu til að breyta frá því vinnulagi. Við höldum áfram að vanda okkur, við höldum áfram að tala saman og við höldum áfram að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Hver svo niðurstaða verður auðvitað bara að koma í ljós. Við getum alveg verið ósammála það akkurat núna, en vonandi leiðir bara vinnan okkur á okkur farveg. Ég vil benda hér á að ég sé kannski ekki alveg ástæðu til að fara á taugum yfir því að fækka í sveitarstjórnir í 9, mér finnst að við ættum alveg að ræða þetta. Bendi á að bæði Fjarðabyggð, Borgarbyggð og Norðurþing eru með 9. Þannig að þú veist, aðrir eru alveg að geta þetta sem svipað stærð sveitarfélög við. Þannig að við þurfum ekkert að fara eitthvað á taugum yfir því. Það held að sé mjög mikilvægt að við vöndum okkur og við sem búin að taka fyrir og það getur verið að við þurfum að forgangsraða vinnunni sem að snýr þá að því að afgreiða fyrst heimastjórnar fyrirkomulagið og fara síðan í fækkun sveitarstjórnarfulltrúa og starfsumhverfi kjörinna fulltrúa. Það fleira í starfsumhverfi kjörinna fulltrúa sem við þurfum að skoða. Það hefur nú oft verið talað til dæmis veikindarétt og það var á sínum tíma sveitarstjórnarfulltrúi hér sem að fór í veikindaleyfi og það auðvitað ekki veikindaréttur sem fylgir þessu starfi. Þannig að það eru nokkrir vinklar sem þarf að skoða og ég skilst og það þarf að kanna það nánar hvaða heimildir við höfum til að búa þetta kerfi til sjálf. Hafandi verið í 4 ár, alveg á bólakafi og af því sem að margir hafa talið vera allt of mörgum hlutverkum, hefur verið fengið það á mig svona af og til. Þetta gríðarleg vinna. Þetta gríðarleg vinna sem hefur enga stimpilklukku. Þú ert alltaf í vinnunni, en þetta líka áhugamáli manns. Þannig að þegar maður hefur svona ofboðslega mikinn áhuga því sem maður að gera, þá heldur ekki hægt að vera að stimpla sig inn eða út. Þegar maður ræður ekki vissi að hringja út allan bæ og ræða einhver málefna því maður hefur bara svo ofboðslega mikinn áhuga á þeim. Leita upp í rifrildi við þá sem eru á öndverðri skoðun bara til að reyna að komast að einhverju sátt og málamiðlun það hvernig sé skynsamlegast og hagsmuni sveitarfélagsins best varið. Ég vil bara gjarnan að við vöndum okkur í þessari vinnu, þetta samtal við heimastjórnirnar, fjöldi fulltrúa og starfsumhverfi, þetta þarf alltaf að handast í hendur. Við viljum að bæði kyn laðist í þessi störf. Ég sjálf bara í 40% starfi á safninu og sem þýðir það að samstarfsfélagar mínir á tækniminjasafninu, þau búa við það að ég kem þegar ég ekki að gera eitthvað annað. Og þetta kannski ekki eitthvað sem að aðrir kjörnir fulltrúar geta leyft sér, enda sjáu það að kjörnir fulltrúar eru mikið sjálfstætt starfandi eða, þú veist, það mjög eða vinnandi á sveitarfélaginu. Og það líka rannsóknarefni, þú veist, ætlum við þá að segja að það sé betra að hafa þá færri og hafa það bara í fullri vinnu, sums staðar það gert. Það bara, oddvitinn í Grímsness og Grafningsrétti var bara í fullri vinnu. Það eitthvað sem ætti að skoða? Ég veit það ekki. En ég held að við komumst alveg að sameiginlegri niðurstöðu og gefum okkur bara langan tíma og við ræðum þetta bara oft og við bara fáum þetta allt kannað. Ég held að vera mjög fróðilegt að vita bara vilja íbúa til heimastjórna. Ég held að við ættum kannski bara að byrja á því. En ég bara hlakka til þessari vinnu og samtals og ég ekkert smeyk við það þóttu við verðum einhvern veginn ósammála en ég legg mikla áherslu á það að við reynum að komast að sameiginlegri niðurstöðu með því að vinna þetta faglega og gefa okkur tíma. Takk. Núna Brynjarsdóttir er lokið máli sínu, Ásrún Stefánsdóttir er beðin orðið og ég fel forseta aftur stjórnarfundarins. Já, frú forseti og annað gott fundafólk, kem hérna upp til stuttra andsvara. Ég kannski vil byrja á því að segja, ég veit ekki hvort að það eitthvað að fara á taugum, frú forseti. Kannski átt hún við að Berglind Harpa Svavarsdóttir væri að fara á taugum yfir þessu, ég veit það ekki. Ég allavega tók því ekki sem svo. Ég væri neitt svakalega æst, heldur í rauninni bara kannski að tala að nákvæmlega sama og Jónína segir, að þetta verður að skoðast mjög ígrundað. Og ég vona að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa hafi ekki átt við að á meðan sjálfstæðismenn hafa stýrt þessu skipi að reksturinn hafi verið í miklu ólestri á þeim tíma. Ég held hún hafi nú ekki verið að meina það, en það kom allavega þannig fram í máli hennar. En auðvitað það alveg rétt að hafninar, þær eru í lakara ásigkomulagi hafnasjóður og það kannski eftir þessa sameiningu og það eitthvað sem þarf að skoða og ég vil bara að það komi skýrt fram að ég er mjög áfram það. Held að það sé bara mjög mikilvægt. Ég einfaldlega vildi benda á að við þurfum að vera samkvæm sjálfum okkur
Og það er þessi stóra mynd að við getum eiginlega ekki gert eitthvað bara í tómarúmi, heldur þarf það að skoðast þá sko að því að oft er talað að sparnaðurinn sé hvatinn fyrir þessu og það þarf alltaf að huga því að vera réttu megin við núllið en þá þurfum við einmitt að skoða það í þessari heild. Þannig að ég eins og þær stöllur hlakka bara mikið til að taka þessa umræðu inn í byggðarráði. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundarmenn. Ég fagna allir umræðu, það er bara akkurat þannig og mér finnst það bara gott. Talandi hérna að því við erum komin í sko rekstrastöðu og hver ber ábyrgð á því og svona, ég ætla bara að benda á að við höfum hérna staðið okkur gríðarlega vel eins og ég sagði áðan, í uppbyggingu fjárfestinga hérna í byggðakjörnunum minni sérstaklega. Og ég vona að fólk átti svo því, það hefur búið að vera algjörum forgangi. Svo eru utanakomandi mál sem við vitum að snertir sveitarfélög og ríki og ekki bara sveitarfélög og ríki, heldur líka bara íbúa þessa sveitarfélags. Það eru allir með skuldir á bakinu, lestir og kaupa sér húsnæði og hvernig það er. Þannig að búið að vera gríðarleg verðbólga. Og fyrir sveitafélagið, já, hver prósenta sem við fer umfram í raunina áætlanir og varðandi verklagi þar, þá hefur við þurft að binda verðbólguna á ákveðin stað og ég hef alltaf sagt, áætla við ekki bara meira og eigum þá bara svona inni. Nei, við verðum að fara eftir ákveðinu viðmiðum þar. Það er bara þannig. En þar hefur við verið langt yfir í verðbólgu hérna viðmiðum. Bara 1% þar yfir kostar sveitafélögum 60 milljónir. Þannig að við getum tekið alla þá prósentu sem hefur verið, hvað er það, 2,5-3% skilur við, þannig að týnist til. Kjarasamningarnir við kenninga, þetta voru nokkur 100 milljónir umfram áætlun. Þannig hérna, og svo er það líka bara að passa upp á reksturinn og varðandi skipulagsbreytingarnar sem við fórum þó í. Að áður en að það var, þá var náttúrulega bara varðandi stöðugildin, þau voru að aukast og það vantaði svona bæði stuðning við stjórnendur og líka bara svolítið stoppara á, þú getur ekki bara auglist og auglist og svo þegar var farið við ramman, það var bara ekki nógu gott verklag, þannig að það tekur alltaf tíma að vinna ákveði verklag, þannig að ég er bara mjög ánægð með það sem við höfum gert, við erum með erfiðleika utanaðkomandi umhverfi okkar. Það er þessi verðbólga og vonandi hérna lækkar hún þannig að við förum ekki í kjarasamninga aftur en þetta er náttúrulega bara atriði sem við getum ekki hérna átt við. En til þess að eiga við það og vera réttum hefði núllið, þá held ég að væri ekki allir til í það að við myndum skrúa fyrir alla fjárfestingar. Og því að það er bara svoleiðis sem þarf að gera, ef maður ætlar réttum hefði núllið þegar koma svona áföll í rauninni. Þannig að ég vona innilega að verðbólgan hjaðni og kjarasamningar haldi og fagna eins og þessari breytingu sem við fórum í breytingu og skipuriti og þessu góðu samtali við sviðsstjóra og lykil starfsmenn inn í byggðarráði og þar þurfa að taka á þessu og hér í dag erum við með enn eitt skrefið til þess að skoða líka hagræðingu í rekstri og það eru náttúrulega bara eins og við höfum talað fækkun sveitarstjórnarfulltrúa og líta inn í byggðarráðin og efla, við þurfum að efla atvinnulífið, við þurfum að efla störf og efla hafnirnar, þannig að við getum ekki bara hort á það, við getum ekki haft 1 fund í mánuði, þetta er bara, við bara brennum fyrir að gera vel, það er bara akkurat þannig. Þannig að ég bara fagna þessari umræðum, þetta er bara krefjandi umhverfi og því fagna ég þessari bókun og þessum lið sem liggur hér undir að við skoðum þetta heildstætt algjörlega inn á við hvar verður að fara í hagræðingar hjá sveitafélaginu og þar erum við, takk. Fleiri eru ekki á mælendaskrá, Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, já, þetta er skemmtileg umræða, svolítið alvarlega á köflum, en sko, það er ýmislegt í þessu. Sko, við erum við ákváðum, við stofnum þessar sveitarfélags, að fara í nefndarkerfið eins og Norður-Þinghafi. Tókum það bara nákvæmlega upp. Það var ákvörðun sem var tekin. Þessi umræða sem Hafnaráð var mjög uppi í upphafi en ákveðið að hafa það frekar innan umhverfis- og framkvæmdaráðs vegna þess að þar fundað einu sinni í viku.
til þess að geta brugðist við strax. Ég er ekki að leggjast gegn hafnaráði, en hins vegar þá staðan svo að hafnirnar eru bara svipur hjá sjó. Það kemur engin fiskafli í land á Seyðisfjörð. Engin. Bara 0 kíló. Þetta er einn stærsta fiskihöfn landsins ef við horfum áratugi eftir í tímann. Við erum náttúrulega vandræði með laxinn á Djúpavogi. Það var náttúrulega dómsmál á sínum tíma, þannig að það er ekki lengur greidd aflagjöld af lönduðum laxi. Og þannig að, og svo náttúrulega þessar breytingar hjá ríkinu bæði með vaskin á leiðangurskipin og gjöld önnur sem eru verða til þess að skemmtifæraskipageirin er bara að síga inn í sig. Þannig að ætli tekjur hafnarinnar hafi ekki helmingast nú þegar og eiga eftir að minnka meira. En hvað á hafnarráð nýtt að gera í því að það er engin kvóti á Djúpavogi og Seyðisfirði? Það er stóra vandamálið er að atvinnulífið, það er búið að flytja kvótan allan í burtu. Það er stóra vandamálið. Ég held að hafnarráð hefði engu breytt það, en eins og er hið besta mál að setja á hafnarráð. En það er bara rétt að það sé alltaf með í þessari umræðu. Við erum að spekulera í bara margir í nefndum og ýmislegt í þeim dúr. Við erum með miklu færri nefndir en flestu öll önnur sveitarfélög. Hingað til höfum við bara verið með 3 fastanefndir. Byggðaráð, umhverfis- og framkvæmdaráð, fjölskylduráð. Það eru miklu fleiri nefndir í flestum öðrum sveitarfélögum. Þessar nefndir okkar hafa fundað 3 sinnum í mánuði. Þannig að það er stutt á milli funda og hægt að bregðast við hratt og vel. Þannig að það er alltaf plúsar og mínusar við alla hluti. Vonandi verður þetta hafnarráð þannig að það verði samt hægt að bregðast við þá í byggðaráði utan ef eitthvað kemur upp á sem að þarf að bregðast við innan mánaðar. Svo eitt sem kom fram hjá Berglindi áðan, það var að ég skildi það reyndar ekki alveg, að fyrrverandi sveitarstjórar hafa verið ráðurnir inn í heimastjórnir til þess að fá góða bitlinga. Þeir voru vissulega skipaðir sem fulltrúar heimastjórna, þannig til að byrja með, en ég held það hafi ekki verið til þess að þeir fengi bitlinga. Ég leit ekki svo. Þetta er bara að tengja það sem var yfir í það sem er, til þess að yfirfæra þekkinguna. Og ég held að það hafi verið mjög gott. Og ég held að starf fulltrúa sveitarstjóra á stöðunum sé mikilvægt. Hvort sem það heitir það eða eitthvað annað. Takk. Já, Þórhildur, hver var þá? Þórhildur Katrín Stefánsdóttir kemur fyrst, Eður Ragnarsson svo, Berglindar kemur svo til svara. Frú forseti og aðrir góðir fundargestir, mér langaði bara aðeins að fara yfir svara Helga Hlínu með hlutverk hafnaráðs. Það er vissulega ekki þannig endilega að við höfum áhrif á kvótan, en það er ýmislegt sem að hafnaráð getur haft áhrif á. Og þá er til dæmis bara pólitísk sýn allra hafnana í heild. Hvar er best að fara í uppbyggingu? Hvernig á forgangsraði í uppbyggingu? Aðstoð við starfsmenn sem eru einmitt þeir sem að munu bregðast við og eru að gera það nú þegar. Við erum með öflugan hafnarstjóra og við erum með öfluga starfsmenn í hafnarmálum. En stundum kannski skortir á einhverja ákveðna pólitíska sýn þegar teknar eru ákveðnir og stuðning síðan við þessa starfsmenn sem eru að starfa fyrir hafnirnar. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þórhildur Katrín Stefánsdóttir og lokið máli sínu, næstur í pontu er Eður Ragnarsson og eftir hún kemur Berglindi Svavarsdóttir til svara.
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Við erum að ræða hér stjórnskipulag sveitarfélagsins og það liggur fyrir tillaga að byggðarráð og sveitarstjóri vinni hér heildstæða greiningu og leggja fram tillögu til endurskoðunar stjórnskipulags sveitarfélagsins samráð við meirihluta samning B og D og við erum búin að fara hér út víðan völl þegar við erum að ræða þetta og það er bara fínt, kastaði fyrir ýmsum hugmyndum. En ég tel bara mjög sniðugt á þessum tímapunkti að fara í þessa vinnu. Nú er liðin 6 ár frá sameiningu og yfirleitt, eða allavega mín reynsla er svo að fyrst eftir sameiningu þá er litlu breytt. Það eru eins margir í sveitarstjórnum mögulega hægt að hafa og nefndur og ráður og jafnvel fjöldamörg og ég rifja það bara upp 1998 þegar Fjarðabyggð var til, þá voru sveitarstjórnarfulltrúarnir 11 og ég held að fastanefndirnir hafa verið 5 ef ekki 6, reyndar 5 manna. Svo er búið að vinna þetta á löngum tíma, nú eru þeir sveitarstjórnarfulltrúar í nágrannum okkar hér í austri orðnir 9 og fastanefndirnar eru 4, það er að segja, það er bara svipað módel og við erum að tala hér, byggðarráð, fjölskyldumálin, skipulagsmálin og svo bæjarráð. En við þurfum ekkert endilega að gera allt nákvæmlega eins og þar, en þetta er líka svona í Norðurþingi mér síst rétt. En ég held að það sem að við eigum að hafa kannski að leiðarljósi ef við förum þessa vinnu er það. Hvernig tryggjum við þetta mikilvæga jafnvægi milli þess að við sinnum lýðræðinu, því að það er mikilvægt, á þess að kosta mikið. Það þarf að fara þennan gullna meðalveg og svo er það líka að fara þennan gullna meðalveg að við sem kjörnir fulltrúar, við séum kannski ekki á einhverjum lúxuslaunum en við höfum heldur ekki að hanga á horriminni. Og ég ætla bara að vitna í góðan vinn minn sem býr á Fáskrúðsfirði, hann sagði það að ef þú ert súrefnisþjófur í sveitarstjórn þá ertu á ofurlaunum en ef þú vinnur vinnunina þá nærðu ekki lágmarkslaunum. Þannig að þetta er kannski líka spurning það svolítið. En ég ætla bara að brýna okkur öll sem við eigum eftir að koma að þessari vinnu þegar þetta kemur út úr byggðarráði, væntanlega, að bara reyna að horfa á heildstætt. Hvað gagnast sveitarfélaginu og íbúum best, tryggja lýðræðið, menn sé ekki með ómarga hatta og líka að það sé kannski greitt sanngjarnt fyrir þetta án þess að það sé ómikið, því að öðruvísi fáum ekki fólki þetta eins og staðan orðin í dag. En fyrst þegar ég var skipaður í nefnd á vegum sveitarfélags þá kom mér á óvart þegar ég fekk útborgað því ég hélt að vera sjálfboðavinna. En það er reyndar alls ekki orðið þannig lengur. Bara að benda á þetta. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Heiður Ragnarsson er lokið málsins, næst er Berglind Harpa Svavarsdóttir til svara. Forseti, góðan fundamenn, mér langar að koma hérna til svara. Ég veit ekki hvort mér hættir til að tala hratt og ég veit ekki hvort að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hafi misskilið eitthvað en ég hlýt að hafa talað hratt út af því ég var ekki að segja allavega ekki að meina það sem varst að segja og talandi bitlinga, ég hef bara aldrei sagt orðið bitlingar til dæmis áður sko. Það sem ég var að segja að það er orðið svo breytt sveitafélagið. Við sameinuðust og héldu einhvern veginn allir sínum náttúrulega störfum og við héldum utan alla. Við vorum með þessa sveitastjórar fóru yfir í þessi störf og ég var ekkert að segja eitthvað út á það, eitthvað varðandi laun, ég fór ekkert í neitt svoleiðis. Ég hef ekki hugmynd hver laun þeirra eru eða nokkuð, en það var allavega þannig, það byrjaði þannig. Svo höfum við náttúrulega bara hugsa út fyrir ramman og verið að breyta erindisbrefum og auka fullnaðarafgreiðslu og nú erum við að skoða stjórnskipulagið í heild sinni og við erum bara að líta inn á við. Ég var ekki með nokkru móti að setja eitthvað út á fráfarandi sveitarstjóra sem voru í sveitarfélagunum og urðu fulltrúar sveitarstjóra. Þetta held ég að hafi bara styrkt sveitarfélagið. Það þarf að vera einhver sem hefur góða sýn og þekkir málefnin og þannig að það er algjörlega þannig. Þannig að ég veit ekki alveg hvað það er, en fast ég verði að koma hérna upp og ef ég hef nú talað svona hratt Helgi, við þekkjumst nú ágætlega. Já, en það er bara góð umræða hér og við tökum þetta auðvitað heildstætt eins og hefur verið áhersla á berum okkur við önnur sambærileg sveitafélög, hvað hefur tekist vel hjá okkur, hvað getum við gert betur, af því að við erum búin að taka ákvarðanir og breyta samþykktum til hins betra, ítrekað. Og ég fagna því að við séum bara öll að horfa svolítið svona heildstætt og aðeins út fyrir ramman svona, hvernig getum við styrkt sveitafélagið og við þurfum auðvitað að skoða
rekstur og fleira og eiga virkilega eftir til þess að geta farið í uppbyggingu innviða og allir vilja það, allir íbúi vilja það og við viljum það, við erum að vaksa þetta sveitarfélag og við vitum það eru gríðarleg tækifæri hérna á Austurlandi og í Múlaþingi og ég tala alltaf eins og núna bara eins og Múlaþing, við erum bara orku sveitafélagið Múlaþing, þetta bara gríðarlega mikilvægt svæði Austurland og þar eigum við bara stóran hluta í hversu vel gengur. Það náttúrulega Kárahnjúkar sem eru grunnur verðmætasköpunar sem kemur annars staðar fram á Austurlandi. Við höfum talað heilstætt saman verðmætasköpun á Austurlandi, tækifærin hérna, nálægðin við Evrópu og Norrænu og hérna alþjóðaflugvöllinn og gríðarlegt landrými og án jarðhræringa og það bara einhvern veginn eins og sé bara ekki hlusta á okkur. Þetta með ólíkindum. Við erum alveg ótrúlega öflugt svæði og það miður að til dæmis í samgönguáætlun þessa árs að milljarður fari í Suðurkjördæmi og við fáum 300 milljónir og svona. Þetta bara svona, maður dempast niður. Við erum öll samstillt að reyna okkar besta en bara þetta erfitt. En allavega varandi reksturinn og laða að okkur fólk, þá þurfum við að halda áfram að hafa öflugt sveitafélag, reksturinn þarf að vera góður og við þurfum að halda áframhaldandi vinnu við í góðu samtali við ríkið og þar verður mér bara ofarlega huga eins og bara þjónusta. Við þurfum að sækja þjónustu suður og þá það bara eins og með tímarammann og Egilsstaðaflugvelli, bílastæðin og líka bara að fá þjónustu, fjarþjónustu, þurfi ekki að vera að keyra allt eftir einhverju heilbrigðisviðtali eða hvað sem það maður geti haldið algjörlega áfram þannig að við verðum að hafa puttan á púlsinum þar líka og en ég fagna bara þessu samtali þannig að og ég talaði mun hægar núna í pontu þannig að engin myndi misskilja mig. Nei, takk. Sveitarfélagsfulltrúi Berglind Arna Svavarsdóttir hefur lokið sínum andsvörum. Fleiri eru ekki á mælendaskrá og það afskaplega freistandi að taka tillöguna til afgreiðslu. Einmitt, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna sem fyrir liggur réttu hönd. Aðeins samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 10, starfskjör kjörinna fulltrúa. Fyrir liggur erindi sveitarstjórnarfulltrúans Helga Hlyns Ásgrímssonar, dagsett 23. júní 2026, breytingu á starfskjörum formanna fastanefnda Múlaþings. Fyrir fundinum liggur tillaga frá málshefjanda Helga Hlyn Ásgrímssyni og sú tillaga eftirfarandi. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að breyta öðrum málslið 8. greinar reglna starfskjör kjörinna fulltrúa hjá Múlaþingi þannig að þóknun formanna fastanefnda lækki úr 7,5% grunni í 5% grunni fyrir hveitissettin fund. Í ljósi þess að málshefjandi Helgi Hlyn Ásgrímsson þá leggur hann fram bæði málið og tillagan verður síðan tekið til afgreiðslu. Verði hún felld að þá liggur fyrir önnur tillaga sem verður tekin þá til umræðu í framhaldinu. En ég ætla að segja orðið laust og bjóða málshefjanda að koma fylgja málinu eftir. Helgi Hlyn Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, þetta náttúrulega bara hittir skemmtilega á að þetta sé næsta mála eftir stjórnskipulagi sveitarfélagsins. Já, ég hef sem sagt margoft tjáð mig þetta á fundum sveitarstjórnar áður. En nú ég í fyrsta skipti að leggja þetta fram sem tillögu. Eins og ég kom inn á í máli mínu undir síðasta lið, þá tókum við sveitarfélagið Múlaþing, nefndarskipan og allt kerfið upp eftir Norðurþingi. Við sem sagt við hvaða nefndir væru, hvernig og hvað væri greitt. Fyrir hvert sitinn fund í sveitarstjórn eða fastanefndum eru greitt þessi 3% af grunni sem þingfararkaup. Í Norðurþingi var og greitt 5% í stað 3% til formanna nefndana.
og það var tillaga undirbúningshópsins við stofnun Múlaþings sem ég satt í. En sennilega í meiri hluta viðræðunum eða eitthvað á fyrsta áður en að fyrsti fundur nýra sveitarstjórnar var 2020, þá breytist þessi 5% í 7,5%. Og á þess að ég ætla að halda því fram að það kom ekki fyrir að formenn nefnd að vinna fyrir þessu, þá þetta gríðarlega mikill munur. Og hann hvergi svona mikill, þar sem ég hef getað fundið hjá sveitarfélögum annars staðar, að það sé 2,5 sinnum meira greittur að vera formaður heldur en að vera nefndarmaður. Það heilmikil aukavinna að vera formaður fastanefndar, það bara engin spurning, og á köflum bara alveg gríðarlega mikil vinna. En formaður fastanefndar hefur hins vegar allt kerfið á bakvið sig. Getur látið vinna fyrir sig skrifstofuna meira og minna eins og ef almennur nefndarmaður ætlar að leggja eitthvað fram, þá verður hann að vinna það sjálfur meira og minna. Á því að hvernig ætti annað að vera? Það væri alveg út úr kortið að ég geti bara sett skrifstofunni fyrir að vinna fyrir með einhver mál. En ég ekki þar með að segja að almennir fulltrúar eða minnihlutafulltrúar hafi ekki aðgang að skrifstofunni, og það ekki þannig. Heldur bara á það náttúrulega að vera þannig að það er formaðurinn sem stjórnar þessu. Já, mér hefur alltaf fundist þetta ómikið munur, og þess vegna bara ákvað ég að nú myndum við bara leggja þetta fram loksins eftir rúmlega 6 ár frá því að ég talaði fyrst um þetta. Nú tillaga meiri hlutans að fresta þessari ákvörðun bara og taka þetta með öðrum, taka þetta undir 9. lið sem sagt bara í framhaldinu. Ég var spurður hvort að ég vildi endilega að þetta yrði kosið þetta, og ég vil það, því að mér finnst þetta ekki eiga að vera svona. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu og Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundarmenn. Varðandi þennan lið, þá vil bara koma inn á að þetta fellur út undir vinnuna, það sem á fyrri lið sem við tókum upp. Varðandi persónulega skoðum hans á þessu og þessari tillögu, þetta bara ákveðin tillaga sem fer það þarna undir. En varðandi það hvort að ég muni styðja þetta eða ekki, hvort að ég held bara, sko þessi aðferðafræði við þessa prósentur, þetta var bara eitt af því sem var ákveðið í aðdraganda sameininga. Og bara maður kemur inn á það líka að með formenn, hann er misjafnt líka á milli nefnda hvernig það alveg gríðarleg vinna sem þar. Það eru undirbúningsfundir, það þarf að tala við ýmsu aðila, vinnamálið, þú hefur mikla ábyrgð líka og þetta verður bara að vera ágætlega launað, og það ekki eins og við séum búin að hækka eitthvað eða nokkuð, þetta bara búið að vera frá sameiningu. Ég hef líka haft áhyggjur á því og hef oft rætt um það eins og fyrir sameiningu, þá sagði ég sama hvar fólk liggur í flokki að það verði ekki of mikil endurnýjun á fulltrúum að fyrir síðustu kosningar, ég veit ekki hvernig það var núna, ég hef ekki heyrt af því hjá sambandinu, það var yfir 70% endurnýjun á fulltrúum, og það sko áhyggjuefni. Ég vona innilega að hafi ekki verið svo mikil endurnýjun, þannig að og hér sjáum við allavega fullt af góðu fólki, og þetta bara gott að hafa ákveðna endurnýjun líka, ég ekki að tala móti henni, en bara ekki of mikla. Og svo það þannig eins og með
fundina ef þú mætir ekki á fundin þá færðu bara ekkert greitt, það er bara þannig. Og eins og hefur líka verið rætt hér með til dæmis fulltrúa sem að lendi í veikindaleyfi og þá fékk hann bara ekkert greitt auðvitað, þannig að þetta er ekkert starfsöryggi. Þannig að ég tel bara byggt á vinnunni sem formenn og ábyrgð sem þau þurfa að vera fyrir hvert fund og þetta litla starfsöryggi og við séum bara að vaksa sem sveitafélag og þurfum að vera sterk, þurfum að halda fólkinu okkar líka áfram og vera með ákveðin hluta af bara líka öflugu fólki sem að þekkir og kýs að halda áfram í pólitík. Það hefur verið erfitt að halda fólki inni. Þannig að þetta bara hugleiðingar varðandi þetta fer náttúrulega bara fellur undir fyrir liðin. Þannig að, og það verði alveg eflaust umræður þetta auðvitað starfskjör líka þar inni. Að þau tökum þar heildarpakkan og þá mun liggja fyrir einhver heildartillaga sem kemur út frá þeirri vinnu. Þannig að það eru ýmsar hugleiðingar þarna á bakvið. Þetta er krefjandi, mikil vinna og ég held að fólk átti sig ekki kannski á því hvað er en við viljum halda fólki þar inni og ég allavega styð það að þetta bara farið undir þá heilstæða vinnu sem er að fara fram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu, Helgi Hlynur Ásgeirsson kemur þá aftur til svara. Ekki síðari. Nei, hann þarf bara það. Já, sko. Grunnurinn af þessari tillögu er svo að þetta er ekki tillaga frá undirbúningsnefnd. Tillaga undirbúningsnefndar var 5%. Þetta breyttist sennilega í meirihlutaviðræðunum í fyrstu sveitarstjórn, eins og ég sagði það. Þannig að það er grunnurinn að þessu. Þetta er ekki eitthvað sem við erfðum frá. Þar var 5%, en þetta breyttist í 7,5% þegar tillaga var lögð fram. Það er þess vegna sem ég er að leggja þetta fram. Og mér hefur alltaf fundist undarlegt, ekki vegna neins annars en það að sko, alveg sama hvaða rök koma það að já, það er alveg fáránlegt að það sé engin veikindaréttur. En kemur þessu máli ekki við. Sko, og hversu spennandi starf þetta er. Í mínum huga er ekki meira spennandi að starfa við eitthvað, við hliðir á einhverju sem er með 2,5 sinnum meiri laun en maður sjálfur. Það eykur ekki spenning manns yfir starfinu. Og af hverju þarf að vera miklu meiri munur hér heldur en í öðrum sveitarfélögum. Við erum ekki með verri skrifstofu eða verri aðstoð við kjörna fulltrúa heldur en annars staðar. Ég trúi því ekki að þurfa að vera meiri munur heldur en annars staðar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja forseta að taka við stjórn fundarins sem forseti tekur strax til máls. Jóhanna Brynjarsdóttir að biðja orðið ekki svo. Forseti og aðrir góðir fundamenn. Ég var ekki við þessa sameiningu og ég veit ekki af hverju hlutinni fóru nákvæmlega svona hins einn í einu eða öðru. Megni af því sem var samþykkt í þessari sameiningu hefur okkur öllum þótt hafa lukkast afskaplega vel. Má vel vera að þessi vinkill allavega mati Helga Hlyns hafi ekki heppnast neitt rosalega vel. Það má vel vera og það er það sem við munum þá bara skoða samhliða vinnunni sem við vorum að samþykkja áðan að fara í. Það að fara í þessar breytingar 1-10 þýðir miklar breytingar á launakjörum kjörinna fulltrúa sem að hafa verið frá sameiningu sveitarfélagsins og ég sé bara ekki ástæða til þess að kippa í einhvern eitt spotta án þess að skoða heildarmyndina. Þannig að þess vegna tel ég bara mikilvægt og við tökum fyrst fyrir þá tillögun frá Helga Hlyn og síðan tillögu frá meirihlutanum þar sem við beinum þessari umræðu hér og þessari ábendingu hærri launformanna inn í þessa heildstæðu endurskoðun. Af því ég saknaði þess líka að það var þá ekki reynt að skoða heildstætt kannski öll laun, ekki bara eitthvað laun sem svona einhvern veginn meirihlutin vill til að sé að sinna mest, svo ég fái að skjóta aðeins.
Ég veit ekki hvað fórsendur lágu þarna fyrir. Svona var þetta þegar við komum að þessu. Á síðasta kjörtímabili var ekki talin nein sérstök ástæða til að skoða laun sveitarstjórnarfulltrúa, það var ekki farið neitt í þá vinnu. En við erum að fara að gera það núna. Og það verður þá alveg sama hvort að það er þá laun formanna, nefndarmanna, ráða, hvað það er. Við skulum þá bara gera það, við skulum gera það bara vel. Og tryggja það að fólk vinni við þetta og geti unnið í öðrum störfum samhliða. Af því að það er í mínum huga mesta áskorunin. Það er að reyna að passa það að þetta umhverfi sé æskilegt fyrir alla sem að því koma, ekki bara einhvern veginn að þetta sé skemmtileg og fjölbreytileg vinna fyrir þá sem að geta verið í sveigjanlegri vinnu á móti. Við verðum að gera ráð fyrir því að atvinnulífið vilji spila með okkur og atvinnulífið hefur því miður ekki alltaf verið nógu duglegt að spila með okkur og það eru bara fyrirtæki hér sem að lýsa því yfir að segja ég hef ekki áhuga á því að kjörnir fulltrúar sé að vinna hjá okkur. Og það er meira áskorun í mínum huga. Takk. Jóna Brynjarsdóttir er lokið máli sínu. Ásrún Stefánsdóttir er beðin orðið, gjörðu svo vel. Þessi kemur til svo. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Ég held að þetta erindi sé bara mjög gott og gilt og eins og kemur fram í máli sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlyns hefur hann talað þetta bæði oft áður. En þetta kemur eins og formlegt erindi nú á sama fundi og erindi þessa ákveðnu greiningu eða skoðun á bara heildar fyrirkomulaginu í sveitarfélaginu kemur. Og ég held að hljóti bara í rauninni að vera af hennu góða, bara rétt eins og það skiptir máli að rýna þessa heild. Þá lá það ekkit endilega fyrir þegar Helgi Hlynur ákveður að koma með þetta mál á sveitarstjórnarfund, þannig að ég held að við verðum bara þakkunum fyrir það. Skiptir auðvitað máli að við séum öll á tánum og þetta gæti alveg eins verið lausnin sem að myndi kannski spara sveitarfélaginu eitthvað án þess að rýra lýðræðið. Við vitum það ekki, það þyrfti að greina það. Það þyrfti að greina þau áhrif og samlegðaráhrif sem að þetta hefur. Þannig að ég bara býst fastlega við því að þetta verði þá partur af því að ég býst við því að tillaga meirihlutans verði samþykkt á ekki vona á öðru að þetta verði bara partur af þeirri vinnu. Bara hvað sparar þetta okkur? Hvað væri eðlilegt? Kannski eru bara fyrir þessu mjög góður og gildar ástæður en ég held að það sem að kannski hefur vantað smá er einmitt þetta sko. Þetta er ekki arfleið sameiningarinnar í raun. Heldur þetta var tillagan önnur og þá er mjög gott að skoða þetta. Og ég hef ekki verið þeirra skoðunar að þetta sé endilega óðurlega há laun. Og ég held alls ekki að Helgi Hlynur, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur, sé að þessu af einhverjum, hvað get ég sagt, af einhverju sko, þannig sé öfund eða fleira vegna þess að meirihlutin hefur tekið sér öll þau hlutverk sem að eru hærra launuð. Það er bara meirihlutin, hann stýrir langflestum nefndunum og mér finnst það bara mjög skiljanlegt, þannig virka lýðræðið. Ég held að það tengist málunni í raun ekki, en ég er ekki Helgi Hlynur. En þannig já, Nei, en ég bara býst fastlega við að við skoðum þetta og ég býst fastlega við því að meirihlutin í anda þess að vilja skoða stjórnskipulagið, vilji þá láta skoða þetta líka og þá er það bara annarkvort talið skynsamlegt eða ekki. Takk. Ásrún Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst er það Eiður Ragnarsson og það er á eftir Jóna Brynjarsdóttir. Forseti, fulltrúar. Þetta er eiginlega pínulítið bagalegt. Hér sitjum við 11 og ræðum okkar eigið kaup og kjör. Það er náttúrulega aldrei gott. Ég skal bara alveg viðurkenna það að ég var ekkert sáttur við það að lækka það sem Helgi Hlynur leggur til. Ég veit reyndar ekkert hvað ég fæ í laun, af því ég ekki einu sinni skoða að það kemur sjást í ljós þegar það verður útborgað næst. En það er bara mjög bagalegt og við tölum bara ekkert undir rós, segjum bara berum orðum. Það er ekkert sniðugt að við sitjum hér sjálf og ræðum okkar eigin kaup og kjör. Mér finnst best, persónulega, og það er náttúrulega ekki hægt að gera það núna. Þetta er fundur númer 2 á kjörtímabilinu. Það verður ekki fyrir eftir nokkur ár sem við getum farið þá vegferð. Það væri raunverulega hlutverk fráfarandi sveitarstjórnar að fara yfir laun, kaup og kjör, sérstaklega þanlið. Ég er ekki að tala um stjórnskipunina, það má vinna það á öllu kjörtímabilinu. En það er allavega hlutverk fráfarandi sveitarstjórnar af því að það er alltaf ákveðin endurnýjun, auðvitað á einhverju endurkjöri eins og gengur og gerist.
Fráfarandi sveitarstjórn á að fara yfir þetta í lok kjörtímabils og ákveða hvort það sé ástæða til að breyta hlutum, ákveða, samþykkja og næsta sveitarstjórn verður bara að hlíta því. Það væri svona meginreglan. Mér þætti miklu þægilegar ef það væri með þeim hætti. Af því að það má alveg segja, ef menn vilja vera sæmilega illa þengjandi, að við séum bara hér að ræða sjálftöku. Ég meina, ef við tölum bara ekkert undir rós. Við erum auðvitað að reyna að passa okkur að gera það ekki. En það væri best ef við myndum koma þessari rútín á, hvort sem ég verið í næstu sveitarstjórn eða eitthvað hér við borðið, þá alveg eftir að koma í ljós. En það væri miklu heilbrigðara kerfi, frekar en við séum að ræða okkar kaup og kjör, að það sé bara fráfarandi sveitarstjórn tekur þann pakka. En við höfum alveg 4 ár tæp til þess að komast að þeirri niðurstöðu hvort það sé skynsamlegt. Heiður Ragnarsson hefur lokið máli sínu og Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Forseti og annað gott fundafólk. Þetta er hressileg og skemmtileg umræða, ef svo má segja, sjálftaka. Það er margt annað í starfsumhverfi kjörinna fulltrúa sem þarf líka bara að skoða. Það er þannig að í reglunum kemur fram að þetta miðast við þingfararkaup sem var þá 1200.000 krónur og hefur síðan tekið hækkunum sem var þingfararkaup löngu fyrir sameiningu. Ég man ekki hvort að þingfararkaup 2012, Helginni kannski getur hjálpað mér að minna. Það stendur held í reglunum að grunnurinn miðast við þingfararkaup eins og það var held í 2012 og hefur síðan tekið hækkunum í samræmi við kjarasamninga FOSA. Og nú veit ég ekki annað og ég ætla að giska hér að það sé svona til þess að laun kjörinna fulltrúa haldist í við önnur laun hér á Austurlandi. Það er svona mitt besta gisk í því af hverju þetta er svona. Í stjórn Austurbrúar og SSA var verið að ræða um kjör daginn þar sem að þetta var tekið frá og nefndalaunin miða bara við þingfararkaup, ekki eitthvað gamalt þingfararkaup, heldur bara fylgi þingfararkaupi. Það er einn vinkillinn, síðan eru þá prósentutur á baku hvert starf. Ég held að sé engin ástæða til annars en að taka þessa umræðu hressilega samhliða öllu öðru og við getum náttúrulega ekki annað en gert það. Þessar reglur launakjör kjörinna fulltrúa, það eru líka algjörlega komnar á tíma að ræða samhliða hinu og ég er ekkert feimin að fara í þá umræðu við hér þannig að þess vegna er þessi tillaga. En ég vildi bara benda á þetta með þingfararkaupið síðan fyrir mjög löngu síðan. Takk fyrir. Jónína Brynjarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri ekki hvað til hljós, þannig ég fylg forseta aftur stjórnarfundar. Fleiri er ekki á mælendaskrá. Forseti leggur til að við tökum fyrir tillöguna sem fyrir liggur af hálfu málshefjanda, Helga Hlyns. Verði hún felld þá er meirihlutinn með aðra tillögu hér fyrir fundunum. Við skulum taka bara eina tillögu einu. Tillaga Helga Hlyns er svohljóðandi. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og byggðarráð að vinna tillögur að endurskoðun, vitlaust mál. Fyrir hvern eftirfarandi tillaga lögð fram af hálfu Helga Hlyns. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að breyta öðrum málslið 8. greina reglna starfskjör kjörinna fulltrúa í Múlaþingi þannig að þóknun formanna fastanefnda lækki úr 7,5% grunni niður í 5,0% grunni fyrir hvern setinn fund. Eftir breytinguna orðast 8. málsgrein reglana svo fyrir hvern setinn fund í fastanefndu sveitarfélagsins og heimastjórnum samanber B- og C-lið 3. greinar er greidd þóknun sem nemur 3% grunni. Formaður fastanefndar þiggur 5% grunni fyrir hvern fund. Breyting þessi tekur gildi 1. september 2026. Þeir sem samþykkja þessa tillögu réttu hönd. 1. Þeir sem fella tillögunni réttu hönd. 2, 4, 6, það er þá 9. Og einhver sem situr hjá. 1 sem situr hjá. Þá tökum við fyrir tillögu sem að meirihluti leggur hér fram. Með vísan til bókunar undir lið 7 stjórnskipulag Múlaþings er tillögum breytingu á starfskjörum formanna fastanefnda Múlaþings vísað inn í þá vinnu þar sem fyrirhugað er af hálfu sveitarstjóra og byggðarráðs. Þeir sem samþykkja þessa tillögur réttu hönd. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Við erum þá komin í lið nr. 11 sem var tekin inn með afbrigðum hér í upphafi fundar, sumarleyfi sveitarstjórnar. Fyrir liggur tillaga sumarleyfi sveitarstjórnar 2026. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að sumarleyfi sveitarstjórnar verði frá fundi hennar 1. júlí 2026 til og með 1. ágúst 2026. Byggðarráð Múlaþings mun fara með fullnaðar afgreiðslu mála á þann tíma. Samanber 32. grein samþykkta stjórn Múlaþings. Fyrsti fundur sveitarstjórnar að afloknu sumarleyfi verði haldinn 12. ágúst 2026.
Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykki þetta réttu hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í fundargerðir heimastjórna. Við erum hér með fundargerðir heimastjórna. Þetta er liður 12, 13, 14 og 15. Við erum hér með fundargerð heimastjórna Borgarfjarðar nr. 70, fundargerð heimastjórna Djúpavogs nr. 71, fundargerð heimastjórna Fljótsdalshéraðs nr. 70 og fundargerð heimastjórna Seyðisfjarðar nr. 69. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum með einhver hyggst taka til máls. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og svo Eiður Ragnarsson. Minna fólk á að taka fram undir hvaða lið og hvaða málslið undir. Já, það er liður 14, heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 70 og liðurinn þar undir er liður 13, umsagnarbeiðni vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Og ég ætlaði að fá að lesa bókun heimastjórnar. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir fyrirliggjandi drög að umsögn verkefnisstjóra skipulagsmála en vill jafnframt að framkomi í umsögninni að heimastjórn telji að áformin muni hafa mikil neikvæð sjónræn áhrif víða á Fljótsdalshéraði og einnig verði hljóðræn áhrif verulega neikvæð á nærsvæði. Heimastjórn bendir jafnframt á að samkvæmt samantekt umhverfisáhrifa í matsskýrslu séu öll atriði framkvæmdarinnar metin neikvæð. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn fyrirliggjandi áformum uppbyggingu vindmylla við Lagarfoss. Og ég hef nefnilega áður oft komið og kannski gagnrýnt eitthvað sem að heimastjórnin gera og mér finnst það ekki vera í anda náttúruverndarnefnda en mér langar bara að þakka heimastjórn Fljótsdalshéraðs fyrir þessa bókun og lesa jafnframt upp ákveðið frá okkur í VG og óháðum þar sem við viljum gjarnan taka undir þessar athugasemdir heimastjórnarinnar athugasemdir umhverfismatsskýrslu vegna þessara fyrirhuguðu vindtúrbína við Lagarfossvirkjun, meðal annars varandi skort á heildstæðu mati á verndargildi svæðisins, samfélagsáhrifum og samráði við íbúa áhrifasvæðisins sem hefur í raun ekki verið neitt. Við teljum þó að það þurfa að ganga lengra í mati á áhrifum framkvæmdarinnar, sérstaklega með tilliti til áhrifa á fuglalíf innan mikilvægs fuglasvæðis á úthéraði, samlegðar áhrifa annarra fyrirhugaðra orkuframkvæmda og áhrifa á landslag, víðerni og náttúru upplifun á Austurlandi. En vindtúrbínur þessar, ef af verði, munu sjást frá fjöldanum öllum af náttúruperlum innan okkar sveitarfélags. Og með vísan til varúðarreglu náttúruverndar teljum við að veruleg óvissa sé enn til staðar umhverfisáhrif framkvæmdarinnar og leggjumst því gegn fyrirhugaðri uppbyggingu rétt eins og heimastjórnin og munum jafnframt skila inn okkar eigin umsögn þar sem þessi sjónarmið verða útlistuð í nánara máli. Svo var ég í rauninni bara með örlitla fyrirspurn eða ábendingu, var ekki alveg viss hvort að ég hafi bara glemst varðandi lið 13 heimastjórn Djúpavogs og þar er það liður 3 hvort að í rauninni þeim lið hafi ekki verið beint til okkar og hvort að við varum ekki að fjalla hann þá varðandi fjarskiptasambandið. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir er lokið máli sínu. Ég er að hugsa að gefa sveitarstjórnarfulltrúi Eiður Ragnarssyni næsta orðið. Var á mælendaskrá. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það er undir lið 13, heimastjórn Djúpavogs, fundur 71. Þar er liður 5 sem að fjallar fjarskiptasamband í Skriðdal, en við notum tækifærið, ég segi við, ég satt hennar fund sem starfsmaður svo það sé nú framtekið, formaður er forfallaður og hér er varamaður í hans stað, þannig að ég gef mér það leyfi að fara aðeins yfir þetta ef að forseti eða engin annar andmælir því, en við notum tækifærið til að bóka undir lið 5, lið 3, nú er ég alveg ruglaður hérna. En allavega, þetta er sama málanúmerið, þetta er mál 2026 05 011. Það er raun og verið að tala fjarskipti. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs bókaði það að fjarskiptasambandi Skriðdal væri tæft
heimastjórn Djúpavogs tók það mál upp og bókaði bara fjarskipti almennt í sveitarfélaginu í dreifbýli. Og þetta bara einn af þessum slögum, svo ég noti góða íslensku eða slæma, menn verða að dæma það, sem við erum að taka við ríkisvaldið. Eftir að þjónustu að 2 og 3G var hætt, þá hefur fjarskiptasamband versnað, stórversnað á Austurlandi öllu. Og eflaust á fleiri landshlutum, ég ekki að fara að meta það hér. Og þetta bara hlutur sem við þurfum að halda áfram að sparka í sköflunga og það þarf annað að fjölga nýju sendunum eða hreinlega kveikja á einhverjum eldri aftur. Og mér finnst þetta bara að vera enn einn blautuska í andlitið frá innviðaráðuneytinu því þessi málaflokkur heyrir þar undir og fjarskiptastofu ef ég man rétt að hafa leyft í raun og veru að það slökkt á þessu sendum strax. Það var engin knýjandi þörf. Þetta mátti alveg vera aðeins lengur. Á meðan þetta metið. En hluti vandans sá að þegar að menn fara í að meta áhrif þessarar aðgerðar, þá taka menn fram Íslandskort, smella því á borðið og segja, heyrðu, þetta það sem 4 og 5G kofera. En málið það að það kort byggt á útreikningi, ekki með mælingum. Og útreikningurinn, hann verður aldrei jafn nákvæmur og mælingarnar og þetta þekki ég vel þegar ég kom að því þegar ég satt í stjórn Slysavarnafélagsins Landsbjargar að koma á tetrakerfinu hér á Íslandi og menn byrjuðu að því að nota útreikninga. Því var fljótlega hætt þegar menn voru að meta dreifiþörfina, menn fóru í mælingar af því að landslagið bara breytir því hvernig tíðnirnar ná til tækjana. Nú það, síðan ætlaði ég að taka hér undir orð Ásrúnar, allavega hluta. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs fór yfir þetta mál á fundi sínum síðast. Þetta liður 14, mál númer 13. Okkur fannst umhverfismatsskýrslan ekki vera vel unnin og aflítið samráð við íbúasvæðinu og í raun og veru neikvæð áhrif sem þetta getur mögulega haft á næstu byggðu ból sem eru bara í rétt kílómeters fjarlægð, gætu verið veruleg. Sjónræn áhrif eru held ég óumdeild, það svo sem ekki reynt að gera lítið úr þeim í skýrslunni sjálfu sér. En þú býrð í kílómeters fjarlægð frá 160 metra hárri vindmyllu þá kemstu bara ekki hjá því að sjá hana. Það ekki flóknara það. Annað í þessu var það, og það var svona annar vinkill sem að heimastjórnin var með, að það atvinnurekstur, ekkit stórfenglegur atvinnurekstur, en það atvinnurekstur í 500 metra fjarlægð frá fyrirhuguðu vindmyllustæði. Og ég nú í samskonar atvinnurekstri. Þetta eru lítil hús sem eru leigð út til ferðamanna. Ég myndi ekki vilja fá vindmyllu 500 metra frá mínum húsum. Ég held að það myndi skemma svolítið fyrir mér og þó svo ég sé ekki beinlínis á móti vindmyllum per se, þá þarf að vanda til verka þegar þeim fundið staður. Og ég skil rök framkvæmdaraðilans eða mögulegs framkvæmdaraðila að byggja vindmyllur þarna því þær henta mjög vel með vatnsaflsvirkjun til þess að stýra flæði og rafmagni og annað. Þú getur skrúað aðeins fyrir krana þegar mikill vindur og svo skrúar meira frá þegar það engin vindur. Og þau rök eru mjög sterk en þau trompa ekki rök annara sem eru fyrir. Og mér finnst það mjög mikilvægt ef við ætlum að fara í það að vindmylluvæða Íslanda einhverju leyti að þá séu menn ekki að skemma það sem fyrir eða rýra möguleika nágranna, landeiganda og annara til þess að nýta sitt land með sem bestum hætti. Það finnst mér vera lykilatriði í þessu öllu. Það finnst mér vera veigamesti þátturinn. Þannig að við lögðumst bara gegn þessu. Það á eftir að vinna þetta mál lengra, þetta er ekki komið að framkvæma en væntanlega kemur þetta fyrir aftur hér á einhverjum seinni stigum ef það verður brugðist við okkar athugasemdum. Síðan það liður 8 og 9 í fundagerð, ég ætla bara að taka það saman með leyfi forseta, því þeir fjalla á sjálfsögðum sama mál. Það að segja, þetta í fundagerð Fljótsdalshérað, liður 8 og 9, þar að fjalla heimreiðar og vegi í dreifbýli. Og þetta kemur bara aftur að því sama sem voru að tala hér upp af fundar, að viðhaldi og þjónustu illa eða ekki sinnt. Umferð hefur aukist gríðarlega vegi hér og héraði sérstaklega, malavegin okkar. Og
viðhald hefur ekki stigið í takt við það. Og núna finnst mér eiginlega eftir breytingar sem urðu síðustu áramót, þar sem að við erum farin að greiða, alveg sama hvaða tæki við kerum, hvort sem hann er knúin rafmagni eða eitthvað öðru, við erum að borga víst á kílómetr. Og mér finnst bara að menn eigi bara kröfu á það að allavega þessir kílómetrar sem eknir eru þessa vegi endurspegli einhverju leyti það viðhald sem þarf að sinna á. Og það er til dæmis nefnt hér veginum Tungu. Ef að ferðamenn koma á norðan og nota Google Maps, sem er mjög vinsælt, að þá er stysti vegur til þess að skoða Lunda og Borgarfirði, hann liggur Tungu. Og yfir Lagarfossvirkjun og þar út eftir. Og oft eru þessir ágætu gestur okkar að ferðast hér á mjög knöppum tíma. Það er mjög algengt að maður ætla sér að keyra hringinn og skoða allt á 5 dögum. Þeir sem ætla að vanda sig, þeir nota 7 daga. Og þá vita menn að stysta leið verður yfir fyrir valinu á milli þeirra staða sem er búin að ákveða að skoða. Og umferðin þennan til dæmis tiltekna vegur aukist alveg hrikalega mikið, gríðarlega mikið undanfarin ár og vegurinn er náttúrulega ber þess bara merki. Og við þurfum bara, eins og kannski margótt hefur verið bókað í fundargerðum hinnar ýmsu heimastjórnar og hérna í sveitastjórn og byggðarráði. Það þarf einhvern veginn að taka allan þennan pakka, ekki nýframkvæmdirnar, það þarf að ræða það sér við þingmenn og ráðherra og annað slíkt. En viðhaldið, þurfum við einhvern veginn að geta sest niður með veghaldurum og rætt, sko, getum við allavega gert eitthvað plan. Af því við fáum ekkert að vita, það er kannski líka hluti vandans. Ég meina, við rættum hér Aksafi áðan. Það er sennilega komið eitthvað plan, en við erum ekki upplýst. Við vitum ekki neitt, við erum bara í myrkrinu. Ef við vissum þá allavega, ok, það á að gera þetta og þessum tíma, þetta er planið. Kannski orðið svolítið leiðilegt að nota þetta orð, af því að það er nú annar pólitíkus búin að eigna sér það svolítið, en ég ætla samt að nota það. En hérna, þetta er bara hluti af málunum. Við þurfum bara að vera í góðu samstarfi eða samskiptum við vegagerðina, þannig að við vitum hvort að í raun að sé eitthvað að fara að gerast og ef það er ekkert að fara að gerast, þá þurfum við náttúrulega að bregðast við því. En það er strax skárra að hafa eitthvað innsýn í það hvað þeir eru að hugsa. Þannig að við getum þá kannski upplýst íbúa, heyrðu, þeir ætla að gera þetta svona. Þetta er ekki frábært en það er þá allavega eitthvað. Ég hef lokið máli mínu í bili. Takk. Ragnarsson er lokið máli sínu, næstur punktur Ívar Karl Hafliðason. Voru fórstann að funda fólk. Fyrst er að liður 13, heimastóð Djúpavogs. Það er undir liður 3, varðandi fjarskiptasambandi. Þetta auðvitað ræðst ekkert bara, það er ekki bara í Skriðdalnum eða hér í Múlaþingi eða Austurlandi sem þetta er orðið vandamál. Þetta er orðið vandamál bæði all land og út á sjó líka. Ég veit að samband sem sveitarfélag ætlar að taka þetta upp á sér sem ég finnst miklu eðlilegri vettvangur og færi þetta samtal við ríkið. Það er vissulega, ég held að heita neyðarsamskipti, ég man ekki hvað þetta heitir núna sem áður var neyðarþjónusta sem ber ákveðna ábyrgð því að það er símasamband hjá fólki og það sé í lagi og það hefur verið mælt. Mér finnst líka bara þó mælingar að ég sé þessi mælingakort og þar er sambandi, mér finnst það mælast alltaf meira heldur raunverulegt samband en þetta er alltaf svona skref og ég vona bara það með að fá samband inn í þetta það verður svona meiri þungi í þessu þannig að sveitafélög sé ekki að berast hvert fyrir sig í þessu það verður svona þessi sambandssveitarfélög að taka þetta saman og svona fá okkur á því því að það er að ljóst að sérstaklega okkur það er ekkert nema eins og sveitarfélög Eiður Ragnarsson bent á að annarkoð þarf að taka í notkun gamla senda sem ég held að sé nú kannski svona ákveðið afturfar eða þá að fara að fjölga þeim sendum sem þurfa að vera hérna og það er bara hagsmál sem við þurfum að berjast fyrir og vonandi sambandi komin í það. Næst er það 14, heimastöð Fljótsdalshéraðs, liður 12 sem er niðurfelling á Sauðárkirkjulínu, svokölluðu Jökuldalslínu, lína sem markast á Jökulsá og Dal, eða Jökulsá Hlíði, þetta er nú sama áin, eða Jöklu, þetta hvað maður vil kalla hana. En hún varð núna eftir með virkjuðu og garðunum mjög vatnslítur oft á sumrin og var það ekki fjárhald lengur. Það var samt þannig þegar mér fór í þessi virkjun að Landsvirkjun lofa, það var auðvitað bent á þetta og það þótti lítið mál, það átti bara að girða sikkurum öðrum megin ár alltaf og halda þessi línuinn áfram og Landsvirkjun viðheldur þessum girðingum og ég held að það sé bara mikilvægt að menn haldi því áfram. Það skiptir okkur máli að þessi hólf verði ekki á stór ef að hér koma upp óvæntar atburðir og alveg ljóst að lofar að gefa þessum girðingum yrði haldið við og það eru auðvitað sérstætt að lesa, ég bara hvet ykkur til að lesa fundargerð hvernig samskipti voru því að
Eina samráða sem var í þessu máli var tölvupóstur sem hann sendur og enginn svaraði. Og þá lítið menn að samráða verið lokið og allt í góðu held áfram. Þannig ég held að þessi ágætt fyrir okkur vera þess vakant fyrir því að menn fari ekki að fækka þessum og stækka þessi hólf og mikil. Svo það undir sama lið, 14 upplýsingum ferðamannastæða. Við sátum hér á flugurastefnu fyrir nokkru og þá var verið að fara yfir mest tökkuð eða merktu ferðamannastæði í Íslandi. Það mest merkti staðurinn Reynisfjara. Við eigum meina svona perlu hérna á Héraði sem heitir Héraðssandur sem alveg hrikalega vannýtt. Það hefur verið hjá okkur ákveðin hugmyndir að nota land í sveitarfélaginu að gera aðgengi að sandinum. En það hefur ekki verið komið af stað með það og ekki verið kannski það sem við þessum að fara að skoða einhver skipulagsvinna varðandi áningastaðinn Héraðssand sem við þurfum að fara að gera. Og ég held að sé mjög mikilvægt í þessu að við förum og til ríkisins í ljósi þess að hvernig maður orða að á Unaósi sé ekki lengur búrekstur, að við förum með allir ríkis og reynum að fá heyskála til okkar. Við fengjum að taka heyskála þarna út. Heyskála semst þú jörð sem næst Selfljótinu að norðanverðu og þar mjög gott aðgengi að sandinum og þar væri í mínum huga sá staður sem við ættum að búa til aðgengi að sandinum. Það væri langbest að byrja þar og því að þetta bara gríðarlega mikilvægt að við reynum að nýta þessi tækifæri. Það getur kannski áhrif valda frá Frakklandi fengið að spóla þetta í sandinum. Myndið kannski spara spjöll annars staðar. En að því að ég veit ekki hversu margir að koma þetta Héraðssanda en ég hef farið það nokkuð sinnum og þetta alveg magnað að vera þarna og þetta bara svæði sem þolir mjög vel ágang því að það yfirleitt aldrei eins þegar maður kemur á það og þetta bara svona tækifæri til að búa til kannski ennþá sterkari svona heild af áningastöðum á Austurlandi sem myndi styrkja bara komið ferðamanna og möguleika þær í uppbyggingu ferðamanna þjónustu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason er lokið máls og fleiri sem vilja tjá sig um málefnum og fundargerðum heimastjórnar, Dagmar Stefánsdóttir, sveitarstjóri, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæta fundafólk, ég kem hér upp til að svara spurningu sem að sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir varpaði hér fram vegna máls sem var bókað á heimastjórnarfundi hjá Djúpavogi og var hérna vísað til sveitarstjórnar en ekki á dagskrá hjá okkur í dag. Skýringin á því vegna þess að sá fundur fór ekki fram fyrr en á föstudaginn síðasta og þá var búið að senda út auðvitað dagskrá þessa fundar. Þannig að þetta mál mun í rauninni fara áfram til byggðarráðs sem að fer með afgreiðslu vald sveitarstjórnar núna í sumarfríi sveitarstjórnar þannig að þetta verður á dagskrá næsta byggðarráðsfundar. Bara svona til að skýra það. Takk. Dagmar Stefánsdóttir, sveitarstjóri er lokið máls og fleiri eru ekki á mælendaskrá. Nei. Þá förum við í fundargerðir byggðarráðs. Hér liður 16, 17, 18 og 19. Og þetta eru fundargerðir byggðarráðs númer 189, 190, 191 og 192. Ég ætla að mælendaskrá undir þessum liðum. Einhverju vilja taka til máls? Svo ekki. Þær eru þá lagðar hér fram til kynningar. Við tökum þá liði 20, 21, 22, 23. Hér er að ræða fundargerðir umhverfis- og framkvæmdaráðs númer 183, 184, 185 og 186. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Það liður 20 umhverfis- og framkvæmdaráð og dagskrárliður 11 þar undir. Umsagnarbeiðni HMS vegna umsóknar Kaldvíkur byggingarleyfi fyrir sjókvíum á 2 eldissvæðum í Seyðisfirði. En ég kem hér upp vegna þess að ferill þessa máls alls afskaplega furðulegur svo ég segi ekki meir. Á þessum fundi umhverfis- og framkvæmdaráðs kemur fram í fundargerð að fyrir liggur að 9 umsagnarbeiðni frá HMS vegna umsóknar Kaldvíkur HF byggingarleyfi fyrir sjókvíum og 2 eldissvæðum í Seyðisfirði, Sörlastaðavík og Selsstaðavík. Málið var nefnilega áður á dagskrá ráðsins þann 11. mars og var umsögn sveitarfélagsins skilað inn þann 17. mars. Það var umsögn sem að ég held að við sem sveitarfélag getur verið afskaplega ánægð með þó tilefnið sé ekki jákvætt að mínu viti. En þann 16. apríl þar á eftir tilkynnti svo HMS að rangar kortaupplýsingar hefðu fyrir mistök fylgt fyrri umsagnarbeiðni Múlaþings. Eftir að sveitarfélagið sendir frá sér ekkert allt og jákvæða umsögn þessa umsókn
og uppfærð gögn vegna þessa mistaka HMS bárust svo sveitafélaginu þann 7. maí. Þar sem meðal annars hefur verið bætt við fóðurpramma og athafnasvæði veiðibanns uppfært til samræmis. Faræsstrengurinn liggur enn innan reits 11.1 samkvæmt strandsvæðaskipulagi Austurlands en reiturinn markar helgunarsvæði strengsins. Okkar bókun í ráðinu staðfesti fyrri umsögn í málinu með örlitlum lagfæringum varðandi helgunarsvæði strengsins en sú umsögn fjallaði ýmislegt, meðal annars mikilvægi þess að fyrirhugð mannvirki hafi ekki áhrif á ljósgeira, vita eða siglingaleiðir að Seyðisfjarðarhöfn og að tryggja verði að mannvirkjagerð og starfsemi fari ekki inn á lögvarin réttindi landeiganda nema með skýru samþykki þeirra og í samræmi við gildandi lög, en þó ótrúlegt megi virðast hafa landeigendur þarna ekki fengið að koma að þessu þrátt fyrir að réttindi þeirra séu í raun fótum tróðin. Og Múlaþing telur að tryggja verði að fyrirhugð mannvirki þar á meðal akkerisfestingar fari ekki inn á helgunarsvæði strengsins og að það sé mjög mikilvægt að mat á mögulegum slysasleppingum vegna náttúruváa, svo sem ofanflóða, fari fram og sé fullnægjandi og að farið sé eftir lágmarksfjarlægðum frá ósum laxveiðiáa eins og getur í reglugerð fiskeldi. Þetta svona stiklað á stóru ásamt því að Múlaþing tekur undir áhyggjur skipulagsstofnunar á ferðaþjónustu sem byggst hefur upp sem stór atvinnuvegur á Seyðisfirði. Þannig að þarna eru ýmsar alvarlegar athugasemdir gerðar. En umsögn sveitafélagsins og við í rauninni í ráðinu bókum svo það að við gerum alvarlegar athugasemdir við þessa málsmeðferð. HMS sendir sveitafélaginu gögn til umsagnar sem síðan, samkvæmt þeim, reyndust byggð á röngum hnitum og röngum afstöðumyndum. Umsögn sveitafélagsins var unnin á grundvelli gagna sem HMS hefur sjálf staðfest að hafa verið röng. Og þessi uppfærðu gögn og í rauninni bara ferill málsins kom aldrei að fyrrabræði frá þeim, heldur þurftu okkar starfsmenn að ítrekað á eftir þessu. Slík vinnubrögð eru náttúrulega óásættanleg, enda það grundvallar forsenda vandaðra stjórnsýslu að umsagnaraðilar fái rétt og skýr gögn til grundvallar afstöðu sinni. Það vekur athygli að sveitafélagið þurfti ítrekað að óska eftir þessum skýringum og upplýsingum stöðu málsins áður en svör bárust frá HMS. Og einnig óljóst hvers vegna ekki var þegar í stað send ný formleg umsagnarbeiðni þegar ljóst var hjá HMS að fyrri gögn voru gölluð. Málsmeðferðin í heild sinni hefur verið ómarkviss og til þess fallin að grafa undan trausti á faglegri stjórnsýslu málsins. Og það er sérstaklega alvarlegt þegar opinber stofnun sem fer með mikilvægt eftirlits- og stjórnsýslu hlutverk leggur fram gögn sem reynast svo röng. Slík mistök geta haft bara alvarlegar afleiðingar og þess vegna óskar ráðið eftir því að HMS gerir skýra grein fyrir því hvernig staðið verði að áframhaldandi meðferð málsins og hvaða ráðstafanir verði gerðar til þess að tryggja að slík mistök eigi sér ekki stað aftur. Takk. Setjumfulltrúi Ásólfur Stefánsdóttir loki máli sínu, eru fleiri sem vilja kveðja þessu hljóð undir fundargerðum umhverfis- og framkvæmdaráðs. Svo ekki, við erum þá komin í fundargerðir fjölskylduráðs. Við erum í lið 24, 5, 6 og 7 og hér erum að ræða fundargerðir fjölskylduráð Múlaþings númer 160, 161, 162 og 163. Ég ætla að mælda skrándi þessum liðum einhverjum vilja kveðja þessu hljóðs. Svo ekki, þá þetta allt samanlagt til fram til hvílu. Við erum þá komin í síðasta lið dagskrár fundarins í dag sem skýrsla sveitastjóra 2026. Við skulum spenna okkur beltin að því hún tvöföld, þessi skýrsla. Og sveitastjórinn duglegur, þannig að nú þurfum að leggja vel við hlustir. Dagmar Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Virðulegi forseti og ágætu sveitastjórnar fulltrúar. Mér langar að byrja á því að óska nýrri sveitastjórn til hamingju með kjörið og þakka fyrir það traust sem að mér sýnt með endurráðningu í starfssveitastjóra. Ég hlakka til að samstarfsins við ykkur öll og vona okkur hlotnist svo gæfa að ná góðum árangri saman í verkefnum tengdum hagsmunagæslu fyrir sveitafélagið, að bæta enn frekar þjónustu við íbúa leið og við sýnum ráðdeild í rekstri sveitafélagsins.
Skýrsla sveitarstjóra að þessu sinni, eins og forseti kom inn á, nær yfir lengra tímabil en venjulega eða frá kosningum í maí fram til dagsins í dag. Líkt og búast má við þá var mikið annríki hjá stjórnsýslu sveitarfélagsins í aðdraganda kosninga og í kjölfar þeirra. Ég vil því sérstaklega hrósa hér sviðsstjóra stjórnsýslu Hlyni Jónssyni fyrir sína vinnu vegna kosningana en hann þurfti sannarlega að henda sér í djúpulaugina í nýju hlutverki en þá kom sér vel að hann hafði góða reynslu sem fyrrum formaður yfirkjörstjórnar. Danski sendiherrann á Íslandi Erik Vilstrup Lorentzen heimsótti Austurland miðja maí og kom við á skrifstofu sveitarstjóra, fékk kynningu á sveitarfélaginu þar sem meðal annars var rætt mikilvæga tengingu Íslands og Danmerkur í gegnum ferjusiglingar Norrænu og Seyðisfjörð. Sendiherrann heimsótti einnig Seyðisfjörð og fór borð í ferjuna og fékk kynningu á starfsemi Smyrlijn. Sveitarstjóri tók þátt í lagareldis ráðstefnunni Scaling Sustainable Aquaculture from Local Strength to Global Impact í Reykjavík og var þar í pallborði þar sem rætt var samfélagsleg áhrif fiskeldis. Þá tók sveitarstjóri ásamt fleiri starfsmönnum sveitarfélagsins þátt í árlegri ráðstefnu á vegum Cruise Europe sem þetta árið fór fram í Reykjavík. Ráðstefnan heppnaðist vel en þar fóru fram mikilvæg samtöl stöðuna í skemmtiferðaskipaferðamennsku í Evrópu. Í kjölfar ráðstefnunar stóð Cruise Iceland í samstarfi við nokkrar hafnir á landsbyggðinni fyrir svokallari FAM-ferð þar sem skipuleggjendur ferða hjá skemmtiferðaskipum kynntu sér áfangastaði og þjónustu í grennd við hafnirnar hringinn í kringum landið. Í Múlaþingi heimsótti hópurinn Stuðlagil, Seyðisfjörð og Djúpavog. Hópurinn lýsti yfir mikilli ánægju með ferðina og vonandi verður hún til að styrkja svæðið enn frekar sem áfangastað skipana. Sveitarstjóri var viðstaddur útskrift Menntaskólans á Egilsstöðum þann 23. maí síðastliðinn en þaðan útskrifuðust 47 stúdentar þetta vorið og var athöfnin hinn glæsilegasta þar sem hæfileikaríkir stúdentar fengu að njóta sín í flutningi tónlistaratriða. Fyrsti fundur nýrra sveitarstjórnar fór fram þann 3. júní og síðan hófust fundir nefnda og ráða vikuna á eftir. Nýjum kjörnum fulltrúum var boðið upp á námskeið á vegum sveitarstjóra og sviðsstjóra stjórnsýslu enda mörgu að hyggja fyrir nýja sveitarstjórnarfulltrúa í nefndum og heimastjórnum. Sama dag og fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar fór fram var morgunfundur á vegum Samtaka atvinnulífsins á Hótel Héraði þar sem rætt var stöðuna í efnahagsmálum og þeirri spurningu varpað fram hvernig mætti rjúfa þann vítahring sem virðist hafa skapast í efnahagsmálum hér á landi. Daginn eftir fór síðan fram auka aðalfundur Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi þar sem ný stjórn var kjörin og svo gamla kvaddi. Þá fór fram umhverfisráðstefna Austurlands á vegum Austurbrúar þann 5. júní í Neskaupstað sem sveitarstjóri sótti ásamt nokkrum kjörnum fulltrúum. Þann 11. júní fór fram málþing á vegum Landsvirkjunar og Veiðifélags Lagafljóts verkefni sem hefur verið í gangi í samstarfi þessara aðila ræktun laxastofns í hliðarám fljótsins. Sveitarstjóri sá að stýra dagskráni og þá mættu einnig fulltrúar í heimastjórn Fljótsdalshéraðs á viðburðinn sem fór fram í Sláturhúsinu á Egilsstöðum. Þennan sama dag fór einnig fram á Eskifirði málþingið Skapandi Austurland á vegum Austurbrúar og menningarmiðstöðvar Fjarðabyggðar. Á málþinginu komu saman fulltrúar menningarlífs, stjórnvalda, rannsókna og skapandi greina af öllu landinu til að ræða tækifærin sem felast í menningu, listum og skapandi greinum á landsbyggðunum. Sveitarstjóra og kjörnum fulltrúum var boðið að heimsækja leiðangursskipið Silver Wind sem kom til hafnar bæði á Seyðisfirði og Borgarfirði dagana 13. og 14. júní. Boðið var liður í því að kynna starfsemi skipana fyrir heimafólki og gefa tækifæri til samtals mikilvægi þessara skipa koma til hafnan okkar. Þó nokkrir fulltrúar bæði úr sveitarstjórn og heimastjórnum þessara staða þáðu boðið. Sveitarstjóri heimsótti skipið í höfninni á Borgarfirði ásamt 2 sveitarstjórnarfulltrúum og 1 fulltrúa heimastjórnar. Ferðin var einnig nýtt til að skoða nýopnaða sýningu í Gallerí Glettu í Hafnarhúsinu á Borgarfirði en þar eru til sýnis vatnslitamindir eftir listakonuna Emilíu Leorance. Metnaðarfull uppbygging framundan hjá nágrönnum okkar í Fjarðabyggð sem ætla að ráðast í umfangsmiklar framkvæmdir í Mjóararhöfn og Reyðarfirði og sótti sveitarstjóri ásamt 1 kjörnum fulltrúa kynningafundum framkvæmdirnar þann 16. júní. Vonandi munu þær verða lyftistöng fyrir atvinnustarfsemi á Austurlandi öllu.
Sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í byrjun júní. Eitthvað var að vera í öllum sjávarplássum Múlaþings en mest voru hátíðarhöldin á Djúpavogi þar sem þau teygðu sig frá föstudegi til sunnudags og mikið var að vera fyrir alla aldurshópa. Sveitarstjóri tók þátt í dagskráni á laugardeginum, heimsótti Kaldvík sem stóðu fyrir opnu húsi og í leiðinni leiðanguskip á vegum National Geographic sem lá við höfnina í Gleiðvík. Veður hafði nokkur áhrif á 17. júní viðburði í sveitafélaginu þetta árið. Hátíðarhöld á Djúpavogi voru slegin af vegna veðurs en á Egilsstöðum, Seyðisfirði og Borgarfirði var dagskráin færð inn í hús. Sveitarstjóri tók þátt í hátíðardagskrá á Egilsstöðum þar sem meðal annars var fagnað 40 ára afmæli fimleikadeildar Hattar og hjónin Unnar Vilhjálmsson og Hólmfríður Jóhannsdóttir voru heiðruð fyrir að hafa komið starfi deildarinnar af stað á sínum tíma. Skipulagning og framkvæmd hátíðarhalda á sjómannadaginn og 17. júní eru í höndum sjálfboðaliða sem koma meðal annars frá íþróttafélögum og björgunarsveitum og ljóst að mikil og óeigingjörn vinna liggur þar að baki sem vert að þakka fyrir. Sumarsýning Sláturhússins var opnuð þann 17. júní en að þessu sinni er hún eftir listakonuna Fjölafu Víólu Ujazdowska, ég vona að segja nafninu rétt, og ber heitið Melankólia. Sýningin er fjölbreytt samansafn keramikskúlptúra, málverka, myndbandsverka og innsetninga. Þann 19. júní var venju samkvæmt haldið upp á kvenréttindadaginn en í ár eru 111 ár frá því að konur fengu fyrst kosningarétt hér á landi og þá eingöngu þær sem höfðu náð 40 ára aldri og voru giftar. Sveitarstjóri flutti ávarp í tilefni dagsins á árlegum hátíðaviðburði Alcoa Fjarðaáls. Og það var ekki eini viðburðinni sem sveitarstjóri tók þátt í tilefni dagsins því síðar þennan dag stóðu söfnin í safnahúsinu á Egilsstöðum fyrir sögugöngu á Egilsstöðum þar sem farið var milli staða og lesið upp úr nokkrum verkum sem annaðhvort voru eftir konur eða konur. Viðburðurinn var frumlegur og skemmtilegur og dæmi þá fjölbreytni sem hefur verið í viðburðarhaldi safnanna síðustu misseri. Skógadagurinn mikli fór fram á í Hallormsstaðaskógi 20. júní. Þar var margt til skemmtunarvenju samkvæmt, fjölbreytt dagskrá og sviði, Íslandsmeistaramót í skógarhöggi og bændur sáu til þess að enginn fór svangur heim. Sama dag fór fram sumarsólstöðuhátíð á Seyðisfirði þar sem bæjarbúar og gestir fögnuðu sumarsólstöðum. Síðustu helgi var síðan mikið dýrðir á Djúpavogi þegar sýningin Rúllandi snjóbolti 19 var opnuð að viðstöddu menningarmálaráðherra og sendiherra Kína á Íslandi en sýningin er samstarfsverkefni Ars Longa samtímalistasafnsins og kínversks evrósku menningarmiðstöðvarinnar í Xiamen í Kína. Á sýningunni eru til sýnis fjölbreytt verk eftir 20 listamenn frá Íslandi, Kína og fleiri löndum. Kínverski sendiherrann var viðstaddur opnun sýningarinnar og heimsótti í sömu ferð fulltrúa frá Múlaþingi en á móti honum tóku fyrir hönd sveitafélagsins, forseti sveitarstjórnar og sviðsstjóri stjórnsýslu. Sem fyrr var nóg að vera í starfsmannamálum en þar ber helst að nefna að sveitafélagið kvaddi 2 konur sem báðar eiga að baki langan starfstíma hjá sveitafélaginu, eða réttar sagt forverum þess, en eru nú komnar á þau tímamót að fara á eftirlaun. Guðbjörg Gunnarsdóttir var kvödd þann 29. maí síðastliðinn en hún kom til starfa hjá sveitafélaginu þá Fljótsdalshéraði árið 2011 þegar að svæðisskrifstofa málefna fatlaðra fluttist til sveitafélagsins og hefur starfað við málaflokk fatlaðra síðan þá. Guðbjörgu er þakkað kærlega fyrir hennar góðu störf í þágu fatlaðs fólks á sínum starfsferli. Aðalheiður Borgþórsdóttir var kvödd af starfsfólki stjórnsýslunar og fyrrum samstarfsfólki þann 12. júní síðastliðinn. Aðalheiður kom fyrst til starfa hjá Seyðisfjarðarkaupstað árið 1984, þá sem tónlistakennari, en tók síðar við stöðu ferðamálafulltrúa þar sem hún lyfti miklu grettistaki í því að fá skemmtiferðaskip til að byrja að heimsækja Seyðisfjörð. Aðalheiður gegndi fyrir sameiningu Múlaþings starfi sveitarstjóra á Seyðisfirði og eftir sameiningu sinnti hún meðal annars starfi sviðsstjóra atvinnu og menningamála en síðustu mánuði í starfi einbeitti hún sér að markaðssetningu hafna Múlaþings. Aðalheiði er þakkað kærlega fyrir hennar góðu störf í þágu sveitarfélagsins í gegnum tíðina. Eftir hádegi þann 4. júní var starfsdagur hjá starfsfólki skrifstofu Múlaþings og af því tilefni var kannað hvernig vegurinn Öxi var á sig kominn, vægast sagt illa, og Djúpavogur sóttur heim. Ferðin var vel heppnuð þar sem starfsfólk fékk meðal annars leiðsögn svæðið hjá starfsmönnum á Djúpavogi. Fjárhagsáætlanavinna er þegar hafin hjá starfsmönnum fjármálateymis og sviðsstjóra stjórnsýslunar í góðu samráði við byggðarráð. Vonir standa til að hægt verði að leggja rammaða áætlun fyrir sveitarstjórn á ágústfundi hennar og eftir það hefst dýpri vinna við áætlanagerð sem mun standa fram á haustið.
Þó svo að framundan sé júlímánuður með tilheyrandi sumarfríum hjá starfsmönnum sveitafélagsins þá er samt nóg að vera, ekki síst þegar kemur að viðburðum í sveitafélaginu. Dyrfjallahlaupið sívinsala fer fram helgina og margt að vera á Borgarfirði í tengslu við það. Sumarsýning Skaftfells á Seyðisfirði verður opnuð á laugardaginn. Sýningin ber yfirskriftina Roman Signer Icelandic Works og er yfirlitssýning á verkum sem svissneski listamaðurinn Roman Signer hefur unnið í ferðum sínum til Íslands. Tónleikaröð Bláu kirkjunnar og tónleikaröðin Tónlistarstundir á Héraði eru í fullum gangi og sama má segja tónleikaröðina Langt út eða Far át í Sláturhúsinu. Leikhópurinn Lotta heimsækir alla kjarna Múlaþings í júlí með sýningu sína Litaland. Heimsóknirnar eru í samstarfi við sveitafélagið sem styrkir hópinn til að sýna í öllum kjörnum. Á Seyðisfirði fer fram klífurhátíð dagana 9. til 12. júlí og flughátíðin Flug og fákar fer fram á Egilsstaðaflugvelli í lok júlí. Sumarlesturinn, verkefni til að hvetja börn til lesturs yfir sumartíman í fullum gangi á öllum starfsstöðum bókasafns Múlaþings. Í tengslum við verkefnið mun rithöfundurinn Gunnar Helgason heimsækja bókasafnið á Egilsstöðum í lok júlí með skemmtilegan viðburð fyrir börn. Síðan ekki síst fer tónlistarhátíðin Bræðslan fram síðustu helgina í júlí, uppselt er á hátíðina og margt fleira að vera á Borgarfirði þá helgina. Hægt er að finna nánari upplýsingar þessa viðburði og fleiri í viðburðardagatalinu á vef Múlaþings. Ég vona að þið munið öll njóta góðra sumardaga næstu vikurnar og þakka áheyrnina. Þá hefur sveitarstjóri lokið máli sínu og liður númer 28 er hér lagður fram. Dagskrá fundarins í dag er tæmd. Sveitarstjórn óskar öllum gleðilegs sumars fögnum sólinni í slítfundi.